Góðan og blessaðan daginn. 567. fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar haldinn að Tjarnargötu 12, 4. júní 2019 settur. Mættur eru bæjarfulltrúarnir Friðjón Einarsson, Guðný Birna Guðmundsdóttir, Styrmir Gauti Fjellsteð, Díana Hilmarsdóttir, Guðbrandur Einarsson, Margrét Þórarinsdóttir, Gunnar Þórarinsson, Margrét Ólöf Sandes, Ríkharður Ibsen og Anna Sigríður Jóhannesdóttir, forseti bæjarstjórnar Jóhann Friðrik Friðriksson og bæjarstjóri Kjartan Már Kjartansson. Á dagskrá fundarins eru 8 mál, fundargerð bæjarráðs frá 23. og 30. maí 2019, fundargerð velferðarráðs frá 27. maí 2019, fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs frá 28. maí 2019, fundargerð barnaverndar lögð fram frá 29. maí, fundargerð fræðsluráðs frá 31. maí 2019, endurskoðun stjórnskipulags Reykjanesbæjar fyrir umræða, 7. liður endurskoðun samþykkta Reykjanesbæjar fyrir umræða og 8. liður sem hátíðarfundur Reykjanesbæjar að tilefni af 25 ára afmæli sveitarfélagsins. Nú okkur ekkert að vandbúnaði. Fyrst tökum við fyrir fundargerðir bæjarráðs frá 23. og 31. maí og orðið laust fundargerðir bæjarráðs. Margrét Þórarinsdóttir hefur kvatt sér hljóðs. Gjörðu svo vel, Margrét. Virðulegi forseti og aðrir viðstaddir, ég kem hér undir fundargerð bæjarráðs frá 23. maí lið 1, samþykkt gatnagerðargjöld. Á bæjarráðsfundi sem fór fram 23. maí síðastliðinn var tekin fyrir samþykkt gatnagerðargjöld. Af því tilefni leggur bæjarfulltrúi Miðflokksins áherslu á að endurskoða fasteignagjöld í Reykjanesbæ til lækkunar. Innheimt fasteignagjöld eru í hámarki og það löngu tímabært að lækka þau, sér í lagi þar sem sveitarfélagið nú komið undan endurskoðunarnefnd fjármál sveitarfélaga. Það var ekki fólkið í bæjarfélaginu sem komu Reykjanesbæ í slíkar fjárhagslega krökkur heldur þáverandi kjörnir fulltrúar. Þolinmæði íbúanna gagnvart endalausu skuldasöfnun og óráðsíu var algjörlega aðdáunarverð, sem leiddi til mikilla aukningu útgjalda fyrir heimilin. Nú komið að íbúum bæjarfélagsins þegar fjárhagur Reykjanesbæjar að braggast að innleiða lækkun fasteignagjalda. Ég óska að þetta verði bókað. Ég kem hér síðan undir lið 10 frá fundargerð bæjarráðs þann 23. maí, fundargerð sögunefndar Keflavíkur. Ekki liggur enn fyrir kostnaðaráætlun vegna þessa verkefnis. Það nauðsynlegt að fara í kostnaðargreiningu áður en haldið áfram með ritun sögunar, sérstaklega í ljósi þess hve langt tímabili í sögu Keflavíkur að ræða. Tímabili nær yfir tæp 45 ár. Ég vísa því í fyrri bókum mína frá 21. mars sem svohljóðandi. Þann 3. mars kom Miðflokkur með fyrirspurn vegna útgáfu bókar sögu Keflavíkur og spurði hver kostnaður við þessa fyrirhuguðu útgáfu yrði. Forseti bæjarstjórnar gat ekki svara fyrirspurninni. Málið virðist vera þannig vaxið að hér meirihlutinn að ráðast í verkefnið án þess að liggi fyrir kostnaðaráætlun. Þetta að sjálfsögðu engin vinnubrögð. Rétt að geta þess að svona verkefni að kostnaðurinn við svona bókaútgáfu hefur tilhneigingu til að fara fram úr áætlun. Og þar má nefna sögu Akraness sem dæmi. Ég óska að þetta verði bókað. Síðan kem ég hér undir fundargerð 503, fundargerð Kölku sorpeyðingarstöðvar frá 15. maí 2019. Eins og allir vita þá hef ég mjög sterkar skoðanir í þessu máli og ég tel að bæjarbúar þurfi að fá betri útskýringar hvað felist í þessari sameiningu hvað varðar Kölku og Sorpu. Ég velti fyrir mér enn og aftur hvort að íbúar hér í Reykjanesbæ vilji búa hér þar sem að 2 stærstu kísilver í Evrópu eiga að rísa, einnig álver og síðan stærsta sorpbrennsla landsins. Eins og allir vita þá stóriðja mengandi og henni fylgir oftast byggðaleg röskun. Ekki búið að gera heildstætt umhverfismat fyrir Helguvík ásamt mengunarmati miðað við öll þessi starfsemi hefjist í Helguvík. Hugmyndir eru uppi hjá Sorpu að útvista úrgang með brennslu til Reykjanesbæjar eða jafnvel erlendis með tilheyrandi mengun og andrúmsloftið og öðrum mengunarþáttum. Ég ítreka bókum mína frá 5. febrúar síðastliðinn en hún hljóðar svo. Bæjarfulltrúi Miðflokksins geldur varhug við því að Kalka eigi að taka við megninu af sorpi af höfuðborgarsvæðinu
Bæði er það mikið umhverfisálag fyrir Reykjanesbæ og ekki síður umferðarálag á Reykjanesbrautina. Á meðan ástandið á Reykjanesbrautinni ekki betra en raun ber vitni er varhugavert að auka álagi á brautina enn frekar með sorpflutningum hingað suður. Áður en lengra er haldið verða frekari upplýsingar að liggja fyrir, svo sem þær hvort að áætlað að nýr brennsluofn eigi að vera staðsettur í Helguvík. Bæjarbúar eiga heimtingu á því að fá að vita áform meirihlutans í þessum efnum. Áætlað að 10 manns verði í stjórn sameiginlegs félags en einungis 5 aðilar verði í framkvæmdaráði. Verði af þessari sameiningu er það skýr krafa bæjarfulltrúa Miðflokksins að Reykjanesbær eigi fulltrúa í framkvæmdaráði þar sem bærinn er 4. stærsta sveitarfélagið sem að þessari sameiningu standa. Miðflokkurinn lagði áherslu á í kosningabaráttu sinni á íbúalýðræði og íbúakosningar, varðandi mikilvæg og stór málefni. Bæjarbúa eiga rétt á því að fá greinagóða kynningu á því hvað felst í sameiningu Kölku og Sorpu og síðan ætti að fara fram íbúakosning enda er hér mikið hagsmunamál að ræða fyrir íbúa Reykjanesbæjar. Síðan ætla ég að koma hér undir lið 3 frá bæjarráðsfundi þann 31. maí, helmingshlutur HSVAF eignafélags til sölu. Salan á hluta HS Veitna til einkaaðila árið 2013 var farmald þeirra sorgarsögu sem hófst með sölu Hitaveitu Suðurnesja árið 2007 sem þáverandi meirihluti sjálfstæðismanna hér í Reykjanesbæ stóð fyrir og verður lengi minnst sem einna stærstu pólitísku mistaka sem gerð hafa verið hér á landi. Salan á Hitaveitunum var meðal annars réttlátt með því að dreifikerfið er við áfram í eigu sveitarfélagana undir nafninu HS Veitur. Annað kom síðan á daginn eins og við þekkjum, HS Veitur voru seldar eins langt og lög leyfðu. Samkvæmt lögum verða veitufyrirtæki að vera í meirihluta eigu opinbera aðila. Væri þetta ákvæði ekki í lögum hefðu eflaust sjálfstæðismenn selt allan hlutan í HS Veitum eins og þau gerðu með hlutan í HS Orku. Meira að segja voru gerðar tilraunir til að samþykkja sérstakt hluthafasamkomulag HS Veitna að ákvörðunarvaldi yrði á endanum í höndum einkaaðila. Þessu neituðu bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins á sínum tíma en þeir höfðu neitað ýmsu áður eins og við þekkjum. Sögðu til dæmis að það stæði aldrei til að selja hlutan í Hitaveitunni, allir þekkja síðan hvernig þeir gengu á bak orða sinna. HS Veitur er fyrirtæki sem veitir grunnþjónustu sem ekkert sveitarfélag getur verið án og samkeppni er engin eins og í sölu dreifingu á heitu og köldu vatni. Fyrirtækið var að fullu í eigu sveitarfélagana. Í dag er 34,38% fyrirtækisins í eigu einkaaðila, HS VAF eignarhaldsfélags. Það átti aldrei að selja einn einasta hlut í HS Veitum, hvað þá HS Orku. Árið 2012 fyrir söluna á hlut í HS Veitum til einkaaðila var hagnaður fyrirtækisins eftir skatta 442 milljónir. Í ársreikningi kom fram að fjárhagstafan hafi verið sterk og horfur góðar. Hvers vegna í ósköpunum þurfti að selja svona gott fyrirtæki í eigu almennings. Það tók kaupendur ekki mörg ár að fá kaupverðið að fullu tilbaka í formi arðgreiðslna. Það verður seint tekið frá sjálfstæðismönnum í Reykjanesbæ að þeir fórnuðu almannahagsmunum fyrir skammtímagróða. Veitufyrirtæki eiga að vera í eigu opinbera aðila að fullu. Það er skoðun mín mikils meirihluta landsmanna. Ég skora hér með á meirihlutan að leita allra leiða til þess að þetta mikilvæga fyrirtæki HS Veitur komist aftur í eigu almennings að fullu. Nú þegar 15% hlutur einkaaðila í fyrirtækinu er til sölu og Reykjanesbær á forkaupsrétt, bæjarfulltrúi Miðflokksins krefst þess að Reykjanesbær nýti upp forkaupsrétt sinn í HS Veitum og leiti til þess allra leiða að fjármagna kaupin. Ég óska þetta verði bókað. Já, með leyfi fundarins langar forseta að segja nokkur orð þessa yfirferð Margrétar Þórarinsdóttur sem var auðvitað eins og alltaf hér, upplífgandi, svona flestu leyti, alltaf gott að fá aðhald, við þurfum öll á aðhald að halda. Það sem að snýra kostnaðaráætlun varðandi ritun á sögu Keflavíkur, þá höfum við svo sem farið yfir það áður, það er ekkert nýtt í því, annað það hefur kallað eftir kostnaðaráætlun og eftir því sem að það ágæta fólk sem að situr í þeirri nefnd metur. Og við munum að sjálfsögðu skoða það sérstaklega og erum ekkert með eina óútfyllta ávísun þar í gangi ef að það er einhver misskilningur hjá bæjarfulltrúum og svo sé. Það er sem sagt ekki. Varðandi Kölku, þá vitum við
og höfum fylgst með því að það hafa verið þreifingar varðandi sameiningu Kölku og Sorpu töluverðan tíma og það ekkert komin einn endapunktur í það. Svo því sé nú svarað. Ég held að það verði líka skoðað að vel athuguðu máli. Það auðvitað sveitarfélögin öll sem eiga hlut í Kölku, þó svo að Reykjanesbær eigi auðvitað langt stærsta hlutin. En það verður vandlega farið yfir það eins og annað sem að þessi meiri hluti og þessi bæjarstjórn stendur fyrir og ákveður. Að þessu sögðu langar mig að gefa Friðjóni Einarssyni orðið sem hefur beðið það. Gjörðu svo vel, Friðjón. Forseti og bæjarfulltrúar, gestir. Ég langar aðeins að fara hérna yfir nokkuð mál í fundargerðum bæjarráðs en tel mig líka til nauðsynlegt aðeins að svara fullyrðingum Margrétar Miðflokksins. Í fyrsta lagi vil ég nefna það að það sem var í fundargerð bæjarráðs frá 23. maí staðandi gatnagerðargjöld. Það var verið að lagfæra ýmis gjöld innan kerfisins, svo má segja, og engar stóra breytingar sem þar voru. En Margrét notaði tækifærið og talaði að lækka fasteignagjöld og af því að þau verið í hámarki. Ég þarf að leiðrétta það er bara alrangt, þau eru ekki í hámarki. Það búið að lækka fasteignagjöld á einu ári 32% frá því sem það var áður þegar stöðu var 0,5, þannig að við erum langt frá því að vera í hámarki. Líka formlega bærinn ekki, Reykjanesbær ekki kominn frá eftirlitsnefnd, það ekki formlega viðurkennt ennþá. Meðan að svo ekki, að þá getum við ekki farið frá. En mér finnst leiðilegt þegar vísindandi ekki sagt rétt frá eins og hérna var gert. Við erum ekki í hámarkinu, ég ítreka það og ég óska eftir að bæjarfulltrúinn leiðrétti þá fullyrðingu sína. Varðandi Kölku vil ég segja það að fyrir nokkrum dögum síðan var haldinn stór fundur málefni Kölku þar sem allir fulltrúar sveitarfélaganna á Suðurnesjum mættu og ræddu framtíð Kölku. Þar var bæði kynnt nýtt álit ráðgjafinn sem hafði verið ráðinn af Reykjanesbæ sem og álit frá fyrrverandi stjórn og framkvæmdastjóra Kísifjarðar, Kölku. Þetta var gríðarlega flottur og góð fundur, mikil umræða og mjög gaman að sjá þáttöku sveitarstjórnarmanna á þeim fundi og þar vita allir sveitarstjórnarmenn sem voru á þeim fundi að Kalka og Sorpa ekki komin að það stig að sameinast. Nýverið funduðu eigendur Kölku og munu hafa samráð sín á milli hvað menn ætla að gera. Það engin niðurstaða komin í málið, engin og ég ítreka það og mér finnst það sorglegt og ég ætla að ítreka þetta, mér finnst það sorglegt að bæjarfundur Reykjanesbæ tali það að hérna skuli vera stærsta sorpeyðing á Íslandi muni verða. Þetta algjörlega skjön við allar skýrslur, öll viðtöl við Kölku og framkvæmdastjórann og ég frábið mér svona að koma upp í pontu og segja þessa hluti. Þetta hefur aldrei komið til greina og ég bara hvet bæjarfulltrúa að hafa það sem sannara reynist. Ég orðinn þreyttur á þessu tali að við ætlum að hafa allt sorp höfuðborgarsvæðisins hjá okkur. Það bara alrangt. Alrangt. Og það dálítið þreytandi að fá þetta alltaf við hausinn. Að við séum að hafa alla sorphauginn af höfuðborgarsvæðinu hérna á svæðinu. Mér finnst þetta bara fáránleg umræða, afsaka orðalagið. Þetta bara rangt og ég hvet bæjarfulltrúann til að endurskoða þessa skoðun sína og lesa gögnin þar sem þetta ekki rétt. Varðandi forkaupsréttinn á hlut, það ætla að leiðrétta líka. Það ekki einkaaðilar sem eiga 34%, það rangt. Það eru lífeyrissjóðir sem eiga stóran hluta af því. Það eru nokkrir einkaaðilar inn í þessu eignaðarsfélagi sem að selja hlut sinn og við höfum forkaupsrétt og við erum búin að fara vel yfir þetta mál og í bæjarráði var ákveðið að nýta ekki réttin vegna þess að hann kostar á 3 milljarð sem okkar mati of mikið og við erum í uppbyggingu í Reykjanesbæ komandi úr þessari skuldafjötrum og við teljum okkur ekki
hafa möguleika á því að kaupa þennan hlut sem eins og er. Vegna þess að arðgreiðslur HS-Veitna sem bæjarfulltrúinn nefndi hérna áðan standa ekki undir kaupverðinu og það er þess vegna sem við kaupum þetta ekki. Ef við getum reiknað þetta út, það verður allt annað, en við getum það ekki. Það mun ekki gera. Þess vegna höfum við hafnað því að nýta forkaupsréttinn. Og það er bara skynsamlegt. Nóg það. Mér langar aðeins að fara hérna í næstu fundargerð sem er fundargerð frá 30. maí síðastliðnum. Það eru nokkur atriði sem ég langar að nefna. Það er fyrsta lagi endurskoðun stjórnskipulags. Það er búið að vinna lengi að endurskoðun stjórnskipulagsins hérna hjá okkur í marga mánuði og hefur það verið gert undir leiðsögn Róbert Ragnarssonar, ráðgjafa, sem hefur sem við þekkjum öll á góðu einu, bæði sem bæðistur í Vogum og í Grindavík. Hann hefur hjálpað okkur mikið í þessu máli og við erum búin að ræða þetta margsinnis og á síðasta bæjarráðsfundi var lögð fram tillaga nýtt skipurit Reykjanesbæjar og ég vil bara segja það hérna að það var miklar umræður og það verið vel staðið að þessu og niðurstaða þess var svo að samþykkja þessa tillögu sem Róbert lagði fram. Reyndar því miður ekki samhljóða, heldur var það meirihlutinn, þrjú atkvæði meirihlutans sem á endanum samþykktu og Sjálfstæðisflokkur Margrét Sanders, Sjálfstæðisflokki greiddi atkvæði á móti og Gunnar Þórónsson satt hjá. En ég er þess fullviss að þetta er rétta leiðin, þetta er rétt stjórnskipulag og tel að ekki væri hægt að gera betur af því við vildum ekki rugga bátnum of mikið en ég held að við séum að fara hárrétta leið þó svo að einhverjum finnist það að við séum að hefum geta gert eitthvað öðruvísi. Það verður alltaf svoleiðis og endanum þarf að taka ákvörðun og við gerum það. Og ég er stoltur af þessari vinnu sem þarna er unnin og hlakka til að takast á við það. Athyglisvert að eins og kemur fram í þriðja liði í fundargerðinni að við fengum gesti frá Arion banka til að fara yfir hvort við ættum að kaupa þennan hlut í HSVF eignarhaldsfélagi. Það var mjög fín umræða eins og ég sagði hérna áðan en niðurstaðan var svo að kaup á þessu myndi ekki gera neitt gott fyrir okkur. Hinn sveitarfélögin hafa engan áhuga að kaupa þetta og við hefum heyrt í hinum sveitarfélögunum og þau vil ekki kaupa þetta þannig að það hjálpar okkur ekki. Við erum með meiri hlut í fyrirtækinu og það hjálpar okkur ekkert að veitir okkur ekki meira vald. Það sem er athyglisvert kannski í þessari fundargerð líka er 5. liður sem er slit á forksjónum. Þetta ætti nú að vera ansi stórt mál. En þar samþykkti bæjarráð drög að samkomulag milli slit á fasteignasjóðnum Ork að fjárkrónum 4 milljarðar og 68.000. Þetta er ekki fasteignasjóður. Nei. Þetta er ekki fasteignasjóður. Nei, fyrirgefðu. Bæjarráð sagði ekki drög að samkomulag slit á fasteignasjóðnum Ork. Þetta er vitlaust bókað. Okay. En þarna er endir á löngu máli sem hófst með sölu á hitaveituna eins og Margrét fór hérna vel yfir áðan. Reyndar er þessi tala mun hærri heldur menn gerir svo grein fyrir að við myndum nokkuð tíðan fá. Ekki það ég ætla að fara endilega yfir ástæðan fyrir því en það er margt sem kemur að þessu máli og ég vil þó minna á að fræga Magma-bréfið sem var notað til að greiða þegar félagið var selt hitaveitan að það var ekki greitt á sínu tíma 2016 og þess vegna þurfti bærinn að fara kalla eftir hlutabréfum í HS Orku og þetta eru þau bréf sem að skila þessum árangri núna og kannski sérstaklega vegna góðs gengis HS Orku og Bláa lónsins sem og keppni bréfin getum við sagt. Anna var það ekki, takk. Guðbrandur Einarsson hefur hvað sér hljóðs, gerð svo vel Guðbrandur.
Virðulegur forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég fannst nú þessi dagskrá þessa fundar vera merkileg og margt að gerast sem við getum verið að gleðjast yfir en eftir þessa yfirhalningu bæjarfulltrúa Miðflokksins þeirra forseti þá líður mér nú ekkert eins og ég sitji hann undir sólargeislanum sem kemur hann inn gluggann. Mér finnst þessi málflutningur allur sem er verið hér að bera á borð fyrir okkur einkennast af fortíðarhyggju og menn sjá ekki fram fyrir tærnar á sér. Við búum í heimi þar sem við gerum margt rétt en líka margt rangt. Og ég er þeirrar gerðar að ég tel eðlilegt að vera einum að horfa til framtíðar og hættum að andskotast í hlutum sem gerðust hér fyrir meira en áratug síðan. Skeð er skeð. Og með einhverjum hætti eigum við að sameinast það að reyna að bæta stöðu dagsins í dag og búa í haginn fyrir framtíðina. Og ég óska eftir því að bæjarfulltrúi Miðflokksins komi í lið með okkur í þeim stóru verkefnum og láti af þessari fortíðarhyggju sinni og að velta sér upp úr einhverju sem að löngu liðið er. Við hefum ekki að reyna að standa fyrir eitthvað sem við erum að gera sjálf, ekki fyrir það sem að við getum verið að níða næsta mann fyrir. Það er margt sem að bíður okkar og margt sem kemur fram í þessari fundagerð sem er gaman að sjá að sé að gerast. Þarna er verið að ræða nýtt stjórnskipulag sem að geta hjálpað okkur að reka þetta samfélag okkar og þetta sveitafélag. Við getum verið ekki alveg á sömu braut hvað varðar hvernig við teiknum þetta upp en við erum auðvitað öll að hugsa í sama fasa. Við viljum auðvitað auka skilvirknina, auka gagnsæið, auka og betur bæta aðstæður þeirra sem að vinna fyrir sveitafélagi okkar og það á auðvitað að vera keppikefli okkar. Og síðan að nýta það fjármuni sem að við öflum í formi tekna til þess að gera þetta samfélag betra og auka þjónustuna. Þess vegna finnst mér skrítið á sama tíma og menn hér garg og góla það að við séum að fara að eyða kannski 3 milljörðum í að kaupa hluti í háa sveitum, þá tala menn að lækka skatta. Ég næð þess ekki bara. Við ætlum að búa til einhverja ruslahauga út í Helguvík. Jú, það eru ruslahaugar. Það er verið að brenna sortar sem liggur þarna fyrir framan brennslustöðina. En ég átta mig ekki á því hvað er verið að setja fram. Hvers slags mannverur erum við hér sem að sitja hér í meirihluta? Við ætlum að steypa þessu samfélagi í glötun. Ég bara skil ekki svona málflutning. Virðulegur forseti, hér segir eða hvetur bæjarfulltrúi Miðflokksins okkur til þess að lækka fasteignagjöld af því við séum komin undan eftirlitsnefndinni. Já. Ég er alveg til í að lækka fasteignagjöld en hvar ætlum við að skera niður? En vegna þessa orða bæjarfulltrúa Miðflokksins þá ætla ég að fá að leggja fram bókun sem er svoleiðandi. Bæjarfulltrúa Miðflokksins ætti að vera það ljóst að sveitafélagi vinnur eftir samþykktri fjárhagsáætlun sem lotið hefur náð fyrir eftirlitsnefnd með fjármálum sveitafélaga. Það hefur aldrei verið ætlun meirihluta bæjarstjórnar Reykjanesbæjar að
skattina íbúa sveitarfélagsins og mun meirihlutinn lækka skatta leið og færi gefst. Undir þetta skrifar sá sem hér stendur. Hér rætt HS Veitur og það sem gerðist í fortíðinni. Ég var í bæjarstjórn þegar hitaveita Suðurnesja var klofin í tvennt og orkuhlutinn hennar var seldur. Ég barðist hatrammlega gegn því, en ég tapaði. Ég var undir. Ég var ekkert sammálaði og mun aldrei vera sammálaði. En lífið heldur áfram. HS Orka fyrirtæki í eigu einkaaðila, en HS Veitur að stærstum hluta í eigu samfélagslegra afla eins og kveðið á í lögum. Við eigum 50,1%. 50,1%. Og það gerir okkur það kleift að ráða því sem ráða þarf í þessu félagi. Jú, ef ég ætti 3 milljarða, þá var ég alveg til í að kaupa meira. Ég bara á það ekki. Og ef ég ætti 3 milljarða, þá myndi ég núna vilja byggja skóla í stað fyrir að kaupa mér aukin meirihluta í HS Veitum sem ég þarf ekki á að halda. Við erum samkvæm sjálfum okkur í þessu. Hér talað að við eigum að nýta forgangsrétt. Það engin forgangsréttur þó að bæjarfulltrúar Samfylkingarinnar hafi stutt þennan málflutning Miðflokksins í því. Það engin forgangsréttur á einkahlutafélagi út í bæ. Þó að einkahlutafélagið eigi eign í HS Orku. Þá engin forgangsréttur. Við höfum verið að kaupa okkur inn í félag. Við höfum verið að kaupa okkur inn í hlutafélag sem á eignir. Við höfum hugsanlega getað náð bréfunum út úr þessu félagi. En við ákváðum að gera ekki það sem kallað óskuldbindandi tilboð í hlut í þessu félagi. En það það bil 15% að hlutur í HS Orku sem þarna ræðir. Í HS Veitum fyrirgeði. Þannig að við erum bara að samkvæma okkur í þessari umræðu ef við ætlum að láta taka mark á okkur. Það þýðir ekkert að koma hér daginn út og daginn inn, henda hér einhverjum skítasprengjum á þá sem að reyna að reka þetta samfélag og bera síðan enga ábyrgð því sem sagt er. Það ætla að beða bæjarfulltrúum að gæta orða sína hér í pontu. Næst hefur beðið orðið Ríkharður Ibsen. Gjörðu svo vel, Ríkharður. Forseti, bæjarfulltrúar. Já, ég hérna með litla bókun D-listans vegna 5. dagskrárliðs Bæjarráðs 31. maí 2019 og þá hef ég lesturinn. Fram kemur í fundargerð Bæjarráðs 31. maí undir 5. lið að Bæjarráð samþykkir drög að samkomulagi slit á fasteignarsjóðnum Ork upp á rúma 4 milljarða sem rennur beint til Reykjanesbæjar. Í ljósi þessara tíðinda vill D-listinn koma því á framfæri að fulltrúar núverandi meirihluta hafa áður látið í veðri vaka að þessi svokölluðu Magma bréf mætti reikna nánast niður í ekki neitt. En nú hefur aldeilis annað komið á daginn. Enn fremur hafa þeir talið að Reykjanesbær fari aftur yfir lögbundið skuldaviðmið á þessu ári vegna fjárfestinga hjá bæjarfélaginu án þess að taka þetta samkomulag slit á orksjóðnum með inn í reikningin. Því vill D-listinn árétta að ekki þýðir fyrir núverandi meirihluta að eigna sér heiðurinn af fjármunum sem þeir sjálfur höfðu afskrifað og gagnrýndu þáverandi stjórnendur fyrir að semja Það jafnrangt og að halda því fram að skuldir hafi lækkað þegar þær hafa í raun hækkað. Það jafnrangt og að þakka sér fyrir tekjur af ytri aðstæðum og innviðum sem aðrir byggðu upp eða áætla tekjur af kísilmálmvörum í aðra höndina
en berjast á móti þeim með hinni. D-listinn fagnar þessum málalokum með Orkusjóðinn og leggur áherslu á að auka ekki skattbyrði á íbúa, lækkun fasteignaskatta, aukna atvinnuuppbyggingu og skynsamlega uppbyggingu innviða á næstu árum ásamt mikilvægi þess að aðhalds sé gætt í rekstri sveitarfélagsins. D-listinn óskar bæjarbúum í Reykjanesbæ til hamingju með þessar málalyktir því að það er morgunljóst að ávinningurinn er allra þegar vel er gert. Undir þessa bókun rita bæjarfulltrúar D-listans, Margrét Sandes, Anna Sigríður Jóhannesdóttir og Ríkharður Ibsen og ég vil að þetta verði bókað. Og auðvitað það rétt hjá bæjarstjóra að þetta er fjárfestingarsjóður, ekki fasteignasjóður. Takk. Já, Gunnar Þórarinsson hefur kvætt sér hljóðs. Gjörðu svo vel, Gunnar, velkomin í pontu. Virðulegi forseti, ágætu bæjarfulltrúar og gestir. Hér hefur margt verið reifað og margt sagt. Sumt stenst ekki, annað er alveg ágætt, en mig langar aðeins að koma inn í þessa umræðu. Fyrsta lagi með hitaveituna Fossjóðinn. Það vill nú svo til að þegar þessi Fossjóður var stofnaður, eingöngu til þess að taka yfir magmaberjefinn svokölluðu, þá var ég í bæjarráði formaður og tók þátt í því að semja við aðila að þessu máli. Þannig að mér er málið vel kunnugt. Það var þannig að við fengum auðvitað talsverða peninga í upphafi. Talsverða peninga, ég man nú ekki hversu mikið, það var einhverjar það bil milljarður ef mann rétt. Nú, síðan þá hafa menn haft efasemdir að þetta væri nokkurs virði. Satt að segja hefði ég aldrei trú á því, ég trúði því að þetta verði okkur til hagsbóta þegar að framliðu stundir. Það er nefnilega þannig að orkufyrirtæki eru góð fjárfesting. Við erum hins vegar, þurfum ekkert að hafa nein tök í því. Það er bara alveg óþarfi. Við eigum ekki að taka þátt í því að reka svona félög sem að eru í raun og veru í þessum viðskiptum að græða. Við gegnum allt öðru hlutverki. Við erum bæjarfélag, við erum að reka bæjarfélag og við þurfum að huga að velferð íbúana fyrst og fremst en ekki að setja peninga í eitthvað eins og þetta með HS veitur, einhverja 3 milljarðar giska menn á, það er náttúrulega bara vextur upp á 180 til 200 milljónir á ári, við erum að fá 150 milljónir núna undanfarin ári í arð, þannig að það er glórulaust að fara að taka þátt í þessu, algjörlega glórulaust. Og nefndi það reyndar á síðasta bæjarráðsfundi að þetta væri glórulaust. Nú, það er auðvitað ánægjulegt að sjá að Fossjóðurinn hefur skilað okkur þessum miklu peningum sem að sumir töldu að það væri ekki neitt. Ég held að þetta hefði átt að fara í síðasta ársreikning, alveg sannfærður það. Það hefði verið eðlilegt, en vissu af þessu í byrjun apríl að þetta stóð til og vissu verðið alveg klárlega. Bæjaryfirvöldum var kunnugt verðið á þessu, þá þegar. Nú, varðandi þetta tilboð, eða öllu heldur, sölu á hluti í HS veitum, þá er það auðvitað engin akkur fyrir okkur að vera að setja pening í þetta.
alls engin. Við stöndum þannig að máli núna að við erum með meirihluta og stjórnum ferðinni þar. Þó vil ég segja það að þeir félagar okkar sem að eru í raun og veru ekki úr bæjarhlutageiranum, það er að segja þessir aðilar sem er að selja eða ákveðin hluta sínum hlut í félaginu, HS-veitum, þeir hafa starfað ákaflega vel með okkur og haft þá stefnu líka að sinna í raun og veru þörfum íbúana og alls ekki að hækka gjöldin út fyrir allt velsæmi. Enda er það gert ráð fyrir því að Orkustofnun stjórni í raun og veru álagningunni og það er í raun og veru þröngur stakkur skorinn hvað hagnað varðar í svona félagi. Á sínum tíma þegar að hitaveita var seld, af því að það er mikið fjallað um það, þá er auðvitað málið þannig vaxið að Geysi Green á sínum tíma keypti af ríkisstjórninni. Eða sá hlutur sem að fór til sölu var í Íslandsbanka sem að ríkisstjórnin í raun og veru átti og Íslandsbanki ákvað að selja eftir útboð Geysi Green Energy. Það fór síðan á hausinn og við uppskiptin á hitaveitunni tókum það ákvörðun á sínum tíma að selja ákveðin hlut til þessar aðila sem komu inn í erlendis frá, Kanadamennina, og það kostaði í raun og veru það að við mistum stjórn á HS Orku þegar framliðu stundir. Ég segi í sambandi við það að það er alveg óþarfi fyrir okkur að vera að setja peninga og liggja með peninga í fyrirtæki eins og HS Orku. Þetta er félag sem að þarf að hafa góðan hagnað af því að það eru mikla fjárfestingar sem þarf að ráðast í. Og það er því óeðlilegt að við séum að sitja þar inni. Það er bara mjög óeðlilegt. Við eigum ekki að vera að taka mikla áhættu. Og þetta er áhættusöm starfsemi hjá HS Orku, segi ég. Mjög. Nú, hér er síðan rætt um Kölku. Sko, það er bara alls ekki tímabært að ræða þetta almennilega. Það er ekki öll kurl komin til grafar. Alls ekki. Mér skilst á síðasta fundi, ég gat því miður ekki mætt þar, það hjá Kölku, þar sem að var verið að fjalla um þetta. Þá hafi menn verið aðallega að pæla í því að reyna að sameina Kölku og Sorpu. Ég get ekki séð að það sé tímabært. Alls ekki. Bara ef við lítum í kringum okkur, þá eru sveitarfélögin á Suðurlandi í mismunandi sporum. Þannig er Selfoss til dæmis alveg sér á báti með sína sorpeyðingu, en uppsveitirnar aftur á móti eru búin að gerðu samning við Sorpu og hafa farið heldur betur flatt á því að þeir eru hættir að taka við sorpi frá þeim til urðunar. Það lítur sem sagt ekki vel út að fara að sameina Sorpu á þessari stundu. Einkum og sérílega út af því að lögin sem að munu koma munu í rauninni skerða möguleikan á því að urða. Það bara liggur ljóst fyrir. Það er stefnan. Nú, varðandi stjórnskipulagið, þá sat ég hjá þegar var verið að greiða atkvæði mitt í bæjarráði á sínu tíma, eða fyrir rúmri viku síðan, eða tæpri viku síðan, það var ekki á föstudaginn. Jú.
Sko, ég finnst þetta allt saman dálítið losaralegt og það er verið að bæta þarna við 2 ráðum með tölutalið og það kostar peninga og hlutverkið er óskýrt. Tilgangurinn virðist fyrst og fremst vera sá að koma, já, ég veit ekki hvað að segja, koma einhverja stað sem að gæti tekið yfir eitthvað annað. Þetta er svona, ég átta mig ekki alveg á stöðunni í þessu, en það er alls ekki fýsilegt að breyta skipulaginu með þeim hætti sem verið er að gera, að mínu mati. Það þarf að passa það að þetta verði ekki of flókið og að því að menn er að tala um þetta lýðheilsuráð sem á með einhverjum hætti að taka yfir íþróttir þegar framlíða stundir að mér skilst, að þá get ég ekki annað séð en að við stöndum í þeim sporum að fara gegn þeirri stefnu sem við erum að setja í sambandi við framtíðina. Það er að segja að efla íþróttir og íþróttastarf. Ég átta mig ekki á þessu. En ég ætla ekki að hafa þessi orð lengri og við bara nánum vera að lifa. Já, Friðjón Einarsson hefur kvætt sér hljóðs, gjörðu svo vel, Friðjón. Forseti, ákvæmdi bæjarfulltrúar. Hvetna Gunnar til að lesa gögnin betur varðandi nýtt skipurit. Það er enginn að fara að fella niður íþróttaráðið. Ég er nú eiginlega bara orðlaus yfir bókun D-listans og D-listin hefur komið hérna margsinnis upp og kvartaði því að menn séu alltaf í fortíðinni með mörg mál, sérstaklega gagnrýnt fulltrúa Miðflokksins fyrir það. Svo koma þau upp hérna núna með bókun sem er mjög svo undarleg og í anda þess að við erum að gleyma fortíðinni og túlka fortíðina á undarlegasta hátt. Og ég ætla aðeins að útskýra hvað ég á við. Í bókun þeirra segir: í ljósi þessara tíðinda að orkusjóðurinn er verið að slíta orkusjóðunum, vill D-listin koma því á framfæri að fulltrúar núverandi meirihluta hafa áður látið í veðri vaka að þessi svokölluðu Magma-bréf mætti reikna nánast niður í ekki neitt. Nú hefur annað komið á daginn. Ok. Magma-bréfið var ekki borgað. Það var ekki borgað og endurskoðandi bæjarins á sínu tíma 2014 fyrst til að rifja hans upp mat bréfið í bókunum á 2 milljarða. Eftir nánari athugun á stöðu hitaveitunar, Hásorku og stöðu á hlutabréfunum þar sem á greiðsluvilja Magma Sweden sem átti að borga, fórum við niður í 1350 milljónir. Ári síðar lagði endurskoðunin til ásamt ráðgjöfum að í viðræðum við kröfuhafa yrði þetta bréf sett niður í 0. Sett niður í 0. Þetta geta allir lesið í ársreikningum og ef menn vilja fá staðfestingu á þessu, þá geta menn bara skoða gögnum í viðræðum við kröfuhafa. Ástæðan var sú að eigandinn, sá sem hefði keypt hlutinn og átti að borga Magma-bréfið, neitaði að borga bréfið. Á þeim tíma, ágætu bæjarfulltrúar, var álverstenging á bréfinu. Þá var bréfið reiknað upp í 4 milljarða á sínu tíma vegna álverstengingar. Það var tekið út.
Það var tekið út. Síðan þegar bréfin hugsanlega eru boðin til kaups fyrir 2 árum síðan, þá kom í ljós að enginn vildi kaupa bréfin. Gengið á bréfunum var 5,3. 5,3. Kröfuhafar meira að segja, sem voru báða með við borð þar, töldu það að við ættum að meta bréfin í 0. Ef það kæmi króna út úr þessu bréfi, þá myndi það fara niður á skuldir Reykjanesbæjar. Þess vegna var talað svona. Það er enginn að monta sig við því hvað gerði síðan á síðustu 6 mánuðum með sölun á bréfunum. Það hefur ekkert með Magma-bréfið að gera. Alls ekki. Mér er aldeilis hrapalega að halda það einhver með Magma-bréfið að gera, vegna þess að við funduðum með forstjóra Magma, Svíten, sem átti að borga bréfið, og hann harðneitaði að borga bréfið. Kæmi ekki til greina að borga bréfið. Þess að bréfin í H.S. Orku væru svo lítið metin að hann vildi frekar skipta á bréfunum, vildi hann borga skuldabréfið. Þess vegna borgaði hann ekki. Þannig var nú staðan á H.S. Orku. Síðan gerast hlutir í ferðaþjónustu og nýtingu orku, og síðan að H.S. Orka losnaði undan samningum við Norðurál, sem gerir það að verku að gangur H.S. Orku hækkar og bréfin fara að hækka og verðmæti fyrirtækins hækka. Samt sem áður neituðu allir sem áttu forkaupsrétt að kaupa þessi H.S. Orku bréf af okkur. Það gerist nefnilega þannig að það eru útlendingar sem bjóða í bréfið, langt yfir því sem aðrir töldu, og þess vegna fáum við 4 milljarða. Og mér finnst ágætt ef ágætu bæjarfulltrúar, Margrét, Ríkharður og Anna Sigríður, segðu nú hlutina eins og þeir voru og eins og þeir eru. Við vitum það að útreiknarinn skulda við mig hjá Reykjanesbæ er háð breytingum á handbæru fé umtalsvert. Við vissum líka að þessar samræður verðmætið og kaupin á þessu voru trúnaðarmál, og við ætlum ekki að fara að ræða það opinberlega áður en þessi díll var komin í gegn að þetta myndi hafa áhrif á skuldaviðmið. Við vitum alveg áhrifin. Við vitum nákvæmlega áhrifin. Að koma hérna upp og segja það að við séum eitthvað að reyna að eigna okkur þessar hluti, mér finnst þetta fáránlega, það er eins og sé ekkert annað gott að gerast en að skjóta á aðra. Svo vilja þessir ágætu bæjarfulltrúar árétta að ekki þýði fyrir núverandi meirihluta að eigna sér heiðurinn af fjármunum sem þeir sjálfur höfðu afskrifað. Lesið í gögnin, ágætu bæjarfulltrúar. Og auðvitað gagnrýndu við stjórnvöldu fyrir það. Sölun og hitaveitunni. Það er jafnrangt að halda því fram að skuldir hafi lækkað þegar það er raun hækkað. Hvað hefur hækkað í skuldunum? Það eru fjárfestingar HS Veitna. Lesið ársreikninginn, skoðið hann. Þetta er bara svona populisti sem þið hafa verið ásakað Miðflokkinn að gera. Rangt að þakka sér fyrir tekjur af ytri aðstöðum og innviðum. Fyrir nokkrum árum síðan þegar Sjálfstæðisflokkurinn var við völd var 12% fjölgun íbúa einu ári. Tekjur hækkuðu endalaust. Þá stóðu sömu menn og hrópuðu húrra húrra. En þeir eyddu miklu meira en þeir öfluðu. Ekki einu sinni geta menn viðurkennt það. Engar áætlanir sjálfstæðismanna á þessum árum stóðust. Ekki 1 ár. Eftirlitsnefndin sagði við okkur á fyrsta fundi, reynið ekki að selja okkur neitt. Ekki reyna að selja okkur neina áætlun. Það hefur ekki verið að marka 1 orð af ykkur. Þakka sér fyrir tekjur og ytri aðstæðum innviðum. Hvaða innviðið er verið að tala um? Göturnar í Njarðvík sem eru búin að vera að borga af og lenda í skuldasöfnu út af. Er það málið? Sem það er í lagi að henda peningunum í innviði og fleyferð eins og Hljómahöll
víkingaheimum sem sett okkur á hausinn, er það að taka undir það? Mér finnst það alveg merkileg bókun. Það er alveg stór merkilegt. Og svo kemur náttúrulega Sjálfstæðisflokkurinn með þetta yndislega, enn á ný, lækkun fasteignaskatta. Við erum náttúrulega búin að segja hvað ætlum að gera þá. Við erum ennþá undir eftirlitsnefnd. Auka atvinnuuppbyggingu, hvað ætlum við að gera? Segja okkur hvað við viljum gera, auka atvinnuuppbyggingu. Skynsamlega uppbyggingu innviða. Mér finnst þessi bókun Sjálfstæðisflokksins ekki svaraverð. Mér finnst þetta vera þeim til skammar að geta ekki glaðst yfir því hvað þetta hefur gengið vel, þar sem bæjarstjórnin heilshugar hefur staðið saman núna í 5 ár að endurreisa Reykjanesbæjar. Þá fara menn í þennan pakka. Þennan pakka að þakka þeir sem voru hérna áður fyrir það hvað gengur vel í dag. Kunnu menn ekki að lesa? Lesið ársreikningana. 3,5 milljarður tap á einu árinu. 2,5 milljarður á öðru ári. Ríkharður Ibsen hefur kastið ljós. Gjörðu svo vel, Ríkharður. Forseti, bæjarfulltrúar. Já, við erum að fagna því að það sé að koma hérna til okkar 4 milljarðar og tæpar 70 milljónir. Og auðvitað gleðjumst við fyrir hönd allra bæjarbúa. En það breytir því ekki að það eru náttúrulega ákveðnir aðilar sem sitja hér í bæjarstjórn sem eru fastir í fortíðinni frekar heldur en við, þessir nýju fulltrúar Sjálfstæðisflokksins. Ég held að það sé alveg á hreinu. En við vildum bara árétta að þetta er ákveðin niðurstaða og ef þú vilt fara í sögulegt samhengi að þá er staðreyndin sú að til dæmis sá aðili sem var hér pontu undan mér ítrekka reyndi að færa niður þessi bréf og það má lesa í fundargerðum bæjarráðs, menn geta bara flett í upp og meiri segja gerðu heiðarlega tilraunir til þess að búa til samninga við ráðgjafa til þess að selja bréfin á bruna útsölu með 0,8% þóknun og það er einn aðili sem situr hér í bæjarstjórn í dag, það er bæjarfulltrúi Gunnar Þórarinsson sem að gróf niður hælana og barðist á móti þessu og hann á bara heiður og bara send skilið fyrir að standa sig í þeim efnum. Þannig að ég held að menn ættum bara að fara með rétt mál og ég ítreka enn og aftur, við erum í núinu, við fögnum því, þetta er frábært. Þetta eru rúmir 4 milljarðar sem hlýtur nú að breyta ýmsu í þessum bókum miðað við það að menn eru alltaf að tala um þetta sé svo svakalega mikið svartnætti þarna, við erum endalaust undir eftirlitsnefndinni og við getum ekki gert nokkuð skapaðan hlut. Við skulum sjá hvaða vegferð það verður núna framöndan. Þannig að til hamingju bara Gunnar Þórarinsson. Takk fyrir. Já, Margrét Þórarinsdóttir hefur kastið ljós. Gjörðu svo vel, Margrét. Virðulegur forseti og aðrir viðstaddir, mér langar til að svara þér Friðjón í sambandi við Kölku og Sorpu. Þetta var nú eitt okkar helstu kosningabaráttumálum í kosningabaráttunni og miðað við þær gögn sem að ég hef, þá eru hugmyndir um það að Sorpa ætli sér að útvista úrgangi við brennslu til Reykjanesbæjar. Og ég stend við allt það sem ég sagði. Síðan var nefnt hér að ég kæmi hér upp fund eftir fund og ég bara spyr, er það ekki skylda mín sem kjörin fulltrúa að koma hér og fá að tjá mig ákveðin málefni? Eins og allir vita þá sit ég ekki í bæjarráði, þar fer öll vinnan fram, þar fer öll umræðan fram og hún er algjörlega allt öðruvísi heldur en gerist hér. Takk fyrir. Já, Guðbrandur Einarsson hefur kastið ljós. Gjörðu svo vel, Guðbrandur. Velkomin í pontu. Virðulegur forseti, ég sagði það hérna áðan að ég teldi óverulegt að við varum að dvelja hér við fortíðina og átti þá við þann málflutning sem að bæjarfulltrúi Miðflokksins hafi hér sett fram. En
ég verð eftir að hafa hlustað á þessa bókun, en þeir kalla sig D-listan, verða að bregðast við. Merkilegt að þessi flokkur skuli kalla sig D-listan. Ég lít þannig á að menn sé að afnýta fortíð sinni. Kannist ekki við hvaðan þeir koma. Einu sinni hét þessi flokkur Sjálfstæðisflokkur. Ég heyrði bæjarfulltrúa Ríkar taka það orð sér í munn hérna upp í pontu, en tala alltaf D-listana eins og það sé eitthvað nýtt fyrirbæri. En fortíðin, sagan var skrifuð af Sjálfstæðisflokknum sem að þau eru hluti af. Og saga Hitaveitu Suðurnesja var líka skrifuð af þeim. Og svo sorgarsaga hófst þegar að menn misnotuðu þau fyrirmæli sem að voru í öðrum orkupakkanum og seldu frá sér orkuhluta Hitaveitu Suðurnesja. Ætluðu reyndar að gera margt annað á þessum tíma, fara inn í rey og gera eitt og annað. Ég þekki þetta þessu sögu, ég var þáttakandi í henni. Ég upplýði hana. Þegar að menn í Sjálfstæðisflokknum töldu það merkilegra að sitja á grillfundi með Geysi Grín í staðinn fyrir að ræða við minnihluta bæjarstjórnar Reykjanesbæjar. Ég veit alveg hvað gerðist á þessum tíma. Og ég veit alveg hvað gerðist þegar að menn tóku við þetta kúlulán, svokallaða, og settu það inn í forksjóð. Þá var bara verið að skapa sér skotsilfur til þess að halda fram að eyða. Menn tóku út úr sjónum fjármuni til þess að laga rekstur sveitarfélagsins. Og það gerði það að verkum að þeir peningar sem átt að greiðast þegar að þetta lán var að gjalda voru bara allt aðrir. Af því að Reykjanesbær var búin að taka til sín ákveðin hluta upp að henni. Ég var svo hvumsa því ég heyrði þetta orðalag að það þýði ekkit fyrir meirihlutann að eigna sér heiðurinn af fjármunum sem þeir höfðu sjálfir afskrifað. Já, þetta er merkilegt orðalag. Við sátum uppi með bréf, kúlulán, sem að menn borguðu ekki. Við vorum búin að tapa mjólkurkú Suðurnesja í hendur á einstaklingum sem að fóru illa með. Ég satt líka inn í stjórn Hitaveitu Suðurnesja á þessum tíma þegar Geysi Grín kom hann inn. Ég veit alveg hvað gerðist á þessum tíma. Menn ákváðu líka á þeim tíma að setja Bláa lónið HS Orkumegin og seldu hluti okkar í Bláa lóninu með. Þóttust vera að selja orkufyrirtæki en seldu líka Bláa lónið með. Ég er búin að reyna mikið að afla mér upplýsingu um það á hvaða gengi Bláa lónið var selt með. Ég hef aldrei fengið þær upplýsingar. Og þá má spyrja okkur að því, í hvaða stöðu værum við í dag ef við hefðum átt HS Orku áfram, hversu rík værum við þá og hversu rík værum við ef við ættum okkar hlut í Bláa lóninu? Það vill enginn svara því. Nei, ég ætla ekki að eigna mér eitt eða neitt. Annað en það bara, ég ætla að leggja mig fram með það að reyna að reka þetta sveitarfélag sæmilega. Og ég gleðst yfir því að vegna ýmsa atriða þá var virði HS Orku að hækka og ég gleðst yfir því að þessi maður sem átti að greiða af þessu magnabréfi, svokölluðu, gerði það ekki. Þannig að við fengum hlutabréfi HS Orku sem hafa síðan hækkað og hækkað og hækkað.
Það var ekki þeim að þakka sem skrifuðu þetta Magma-bréf, sem var nú Sjálfstæðisflokkurinn að stórum hluta á þeim tíma. Ég hlýt að gleðjast yfir því og ég auðvitað ánægður með það að við getum haldið áfram að greiða niður skuldir með þessum fjármunum. Þannig ég bara átta mig ekki á því þegar menn koma hér upp talandi það að við séum að fara að eigna okkur eitthvað. Nei, við þökkum bara Guði fyrir að við höfum sloppið. Ég þakka líka bara Guði fyrir, það var einhver aðili sem ætlaði að kaupa þessi bréf og hann hætti bara við og við græddum fleiri 100 milljónir á því. Það var ekki Sjálfstæðisflokknum að þakka. Það var heldur ekki Sjálfstæðisflokknum að þakka þegar menn tóku erlent lán á sínu tíma til að halda áfram uppbyggingunni í Nýrnjarvík sem kostaði okkur stór fé. Og ég talaði Klondæka-eið á sínu tíma og bæjarstjórinn fyrrverandi, hann hló bara að mér. Ég þekki alltaf þessa sögu. Ég er gamall. Ég er búinn að vera þetta lengi. En ég ætla vegna þessara bókunar, D-listans, þá ætla ég að leggja fram bókun fyrir hönd meirihlutans sem er svona. Svokölluð Magma-bréf eru löngu horfin á ruslahauga fortíðar og ekki Sjálfstæðisflokknum að þakka að nú sé sveitarfélagið að fá fjármuni út úr forksjónum svonefndum. Ýmsar aðstæður hafa hins vegar orðið til þess að það veð sem lá að baki þessu Magma-bréfi sem fór í vanskil er nú að skila okkur fjármunum sem munu nýtast okkur til að greiða niður skuldir. Það má með sama hætti spyrja að því hversu miklu sveitarfélagið hefur tapað á því að selja HS Orku á sínu tíma. Og þetta legg ég fram fyrir hönd meirihlutans. Og ef það ekki fleiri sem að kveða sér hljóðs undir þessum dagskrárlið, fundargerðir bæjarráðs 23. og 31. maí. Þá ætla ég að bera fundargerðirnar upp til samþykktar. Þeir sem geta samþykkt fundargerðirnar vinsamlega skeiðið merki. Fundargerðirnar eru samþykktar 11:0. Næst munum við taka fyrir á fundinum fundargerð velferðarráðs frá 26. maí 2019 og orðið er laust fundargerð velferðarráðs. Og það er enginn sem að kveða sér hljóðs varðandi fundargerð velferðarráðs og ber ég þá fundargerð velferðarráðs til samþykktar. Þeir sem geta samþykkt fundargerðina vinsamlega skeiðið merki. Og það er samþykkt 11:0. Næst er að þriðji liður á dagskrá sem er fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs frá 28. maí 2019. Og orðið er laust. Margrét Þórarinsdóttir hefur kvatt sér hljóðs, gerðu svo vel Margrét. Ævinlega velkomin í pontu. Þakka þér kærlega fyrir, virðulegi forseti. Já, virðulegi forseti og aðrir viðstaddir, ég kem hér undir 1 í fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs, uppbygging íþróttamannvirkja og svæða rýnivinna. Ég furða mig á að í fundargerðinni eru engin gögn varðandi þennan lið en ráðgjafar Capacent mættu á fundin og gerðu grein fyrir málinu. Ég óska eftir því að fá þessar upplýsingar og ég óska jafnframt að þetta verði bókað. Síðan ætla ég að koma hér undir lið 2, hreyfivika UMFI í Reykjanesbæ. Þetta er frábært framtak og þetta var mjög vel búið og mjög vel að þessu staðið. Ég vil þakka þeim sem stóðu að undirbúningi og gerðu þessa viku að veruleika. Síðan ætla ég að koma hér undir lið 3 í sömu fundargerð úthlutun íþróttasjóðs vinnureglur. Ég fagna þessu enda er löngu orðið tímabært að við hyglum afreksfólkinu okkar sama hvaða íþrótta stundar. Ég geri það að tillögu minni að Reykjanesbær stofni afrekssjóð fyrir framúrskarandi ungt íþróttafólk í bæjarfélaginu okkar. Í hann væri hægt að leita þegar ungmennin okkar eru valin í landslið óháð því hvað mörg ungmenni ná svo langt.
Ef Reykjanesbær á að rísa undir merki sem íþróttabær verður að hlúa að unga fólkinu sem leggur mikið á sig til árangurs. Margar rannsóknir hafa sýnt að íþróttir hafa mikið forvarnargildi og við eigum að vera stolta afreksfólkinu okkar og gera því kleift að stunda íþróttir óháð fjárhag foreldra. Slíkur sjóður gerir það kleift. Ég mun leggja fram tillögu þess efnis á næsta bæjarstjórnarfundi. Ég óska að þetta verði bókað. Næstu hefur hvert sér hljóðs Anna Sigríður Jóhannesdóttir, gjörðu svo vel. Velkomin í pontu. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir, kemur undir lið nr. 2 í Íþrótta- og tómstundaráði hreyfiviku MFÍ. En þetta er eitt af verkefnum sem að Hafþór Birgisson, Íþrótta- og tómstundafulltrúi, hefur að sjá síðustu ár og hefur gert mjög vel. Ég velti fyrir mér hvort að þetta sé kannski svona verkefni eða dæmi sem að til dæmis nýr lýðheilsufulltrúi, ef hann yrði ráðinn hjá Reykjanesbær, myndi sjá í sínu starfi í framtíðinni. Og ég var einnig að velta fyrir mér hvort þá að starf íþróttafulltrúa væri í rauninni kannski útþynnt. Ef að ráðinn verður annar starfsmaður á sviði lýðheilsu, þá tel ég í rauninni alvarlega vegið að starfi íþrótta- og tómstundafulltrúa. En það er kannski bara aðalega hvar skörunin sé varðandi öll verkefni sem tengjast forvörnum barna og unglinga eða forvarnir fyrir eldri borgara. Og ég hef nú haldið því fram að forvarnir séu á öllum sviðum eða bara í öllum ráðum. Og eitt af verkefnum íþrótta- og tómstundafulltrúa hefur verið að sjá forvarnir fyrir börn og unglinga í samstarfi við fræðslusvið eða það sem snýr að leik- og grunnskólabörnum ásamt íþróttafélögunum og foreldrastarfi í Reykjanesbæ. Hann sér einnig forvarnir fyrir eldri borgara og allt tómstundastarf þeirra og einnig heilsueflandi samfélag og mörg önnur verkefni. En mörg verkefni sem falla undir starf lýðheilsufræðings eru hjá íþrótta- og tómstundafulltrúa núna í dag og eins og upplýsa starfsfólk og nefndafólk niðurstöðu kannana frá rannsóknum og greiningu og einnig mikið af gögnum frá embætti landlæknis. Þar verið að reyna að finna kannski lausnir eða eitthvað sem að snýra því til þess að efla heilsueflingu allra íbúa. Og hann, íþrótta- og tómstundafulltrúinn, stýrir einnig íþrótta- og tómstundaráði sem verður kannski ekki til í þeirri mynd sem það er í dag. En ég held að við værum íþróttabær og ég hef oft heyrt það hér hjá fólki að við séum íþróttabær og við þurfum að halda því á lofti, þá þurfum við að hugsa alla þessa þætti. Og miðað við hvernig fréttir eru uppsögnum frá fyrirtækjum í okkar samfélagi í dag er kannski ekki eðlilegt að stækka báknið í Reykjanesbæ. Finnst vera miklu nær að byrja á því að efla uppbyggingu mannvirkja, styrkja íþróttaaðstöðu sem allra fyrst því iðkendur og þjálfarar eru orðnir þreyttir á aðstöðuleysi í íþróttabænum. Eða á kannski nýr lýðheilsufræðingur að safna styrkjum fyrir nýjum gervigrasvelli eða í körfuboltahúsi. Ég hugsa svona. En ég veit það ekki, við þurfum bara að taka eitt skref í einu og byrja á byrjuninni. Já, forseta langar að með leyfi fundarins að taka aðeins til máls varðandi það sem að ágætur bæjarfulltrúi var að fara yfir. Það vill nú þannig til að það hefur verið mjög gott samstarf sem hún meðal annars hefur tekið þátt í gegnum tíðina undanfarin ár varðandi lýðheilsu. Og við vitum það öll sem höfum fylgst með að það hefur verið aukin áhersla á lýðheilsu á Íslandi almennt. Nú það er svo að okkar ágæti íþrótta- og tómstundafulltrúi hefur staðið sig með eindæmum vel. Okkur dylst þó samt ekki sú staðreynd að það hefur mætt mikið á starfsfólki í Reykjanesbæjar undanförnum árum. Enda náttúrulega höfum við þurft sveitarfélagið að glíma við erfiða fjárhagsstöðu. Ég er alveg sannfærður það að þrátt fyrir að það verið ráðinn lýðheilsufræðingur hjá Reykjanesbæ líkt og gert hefur verið hjá öðrum sveitarfélögum sem að hafa sett lýðheilsumál á oddinn, þá muni okkar ágæti íþrótta- og tómstundafulltrúi hafa miklu meiri nóg að gera. Varðandi lýðheilsuna almennt þá er hún þverfaglegt fag
Íþróttir og tómstundir eru sannarlega einn þáttur af því að efla heilsu ungmenna og fullorðinna. En lýðheilsan kemur inn svo margt annað, til að mynda það byggða umhverfi sem við búum í, aðgengi og möguleika á hreyfingu, upplýsingar heilsusamlegt fæði og næringu. Hefur töluvert með það að gera hvernig við hlúum að börnunum okkar í skólum, og þar að leiðandi, bara svona til þess að nefna einhver dæmi, eru íþróttir bara að sannarlega stór þáttur að lýðheilsunni en bara einn þáttur af mörgum. Nú, það er ekki upp á teningnum í stjórnskipulagsbreytingum sem að liggja fyrir að leggja niður íþrótta- og tómstundaráð. Það liggur fyrir. Nú, það eru ákveðin fræði sem að liggja að bak við því hvernig sveitarfélög hafa farið í þá vegferð að vera heilsueflandi samfélag, og svona cirka 30 ára skeið hefur þetta verið sett á oddinn í nágranna ríkjunum okkar, sérstaklega á Norðurlöndum, með góðum árangri, og við erum ásamt embætti landlæknis og heilbrigðisyfirvöldum og félagsmálayfirvöldum bara á sömu braut. Við erum að svara kalli samfélagsins eftir aukinni áherslu á heilsu, á fjölbreyttan hátt. Þar er að sjálfsögðu ætlunin eins og Reykjanesbær ætla sér í öðrum málaflokkum að setja sér mælanleg markmið. Og þess vegna þessu tilefni langar með að minna á það að 7. maí næstkomandi verða lýðheilsuvísar embætti landlæknis kynntir, júní, 7. júní kynntir í Hljómahöll, hvetja alla viðstadda og gesti og þá sem á að horfa heima að mæta á þann viðburð. Reykjanesbær hefur undanfarin ár tekið töluvert mark á þessum lýðheilsuvísum sem eru faglega framsettir. Því miður hefur það verið þannig að við höfum ekkert komið allt og vel út þar, og þess þá heldur gríðarlega mikil ástæða fyrir okkur sem sveitarfélag að fara í þessa vegferð, gera það að mynda skap, og ég er þess fullviss að allir bæjarbúar munu taka því fagnandi, enda voru lýðheilsumál sannarlega kosningamál í síðustu kosningum, og ég hlakka bara til samstarfsins við bæjarfulltrúa, bæjarbúa og okkar ágæta starfsfólk sem ég efast ekkert að mun taka fullan þátt í því að efla heilsu íbúa. Næstu hvað sé hljóðs bæjarstjóri Kjartan Már Kjartansson. Gjörðu svo vel, Kjartan. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég kem hér upp bara til þess að upplýsa kannski þrennt. Það var þetta með kynningu á lýðheilsuvísum sem að framfer í Stapa, Hljómahöll, á 50. morgun klukkan 10:30 til 12:30, frá 10:30 til 12:30, og bæjarfulltrúum og öðrum bæjarbúum velkomið að koma. Þarna verður heilbrigðisráðherra, landlæknir og fleiri, og það er verið að kynna þessa heilsuvísa fyrir öll heilbrigðisumdæmi landsins á þessum fundi, ekki bara okkar umdæmi heldur öll. Nú vegna þess sem að hér kom fram í máli bæjarfulltrúa Önnu Sigríðar með okkar ágætt íþrótta- og tómstundafulltrúa og íþróttir og tómstundir eldri borgara, að þá er rétt að upplýsa það að sá málaflokkur fluttist yfir til velferðarsviðs árið 2015 þegar við gerðum skipulagsbreytingarnar 2015. Íþrótta- og tómstundafulltrúi hefur hins vegar verið þeim innanhandar og hjálpað til eins og hann hefur getað, en málaflokkurinn er ekki á hans herðum lengur, heldur velferðarsviðs og þeirra sem sinna öldrunarþjónustu. Og vegna þess sem framkom í máli Margrétar Þórarinsdóttur bæjarfulltrúa, að þá er það sem að hún kallaði afrekssjóður er til, og íþróttafélögin sækja og einstaklingar í hann vegna landsliðsverða heitir íþróttasjóður, ekki afrekssjóður. Þannig að þetta er til í kerfinu. Friðjón Einarsson hefur hvað sé hljóðs, gjörðu svo vel, Friðjón.
forseti, ágætu bæjarfulltrúar, aðeins varðandi athugasemd og bókun vegna fyrsta liðs í fundargerð íþróttaráðs, uppbygging íþróttamannvirkja og svæða rýnivinna. Þarna var vinnufundur með íþróttaráði og ráðgjöfum, þar sem ekki var verið að leggja sérstakt gögn fyrir, heldur var þetta vinnufundur, þess vegna eru þau ekki þarna, en þau verða lögð fyrir bæjaráð á 50-daginn og verða þá aðgengileg fyrir allra bæjarfulltrúa náði þau. Bara það sé. Ég ætlaði líka að nefna þetta með úthlutun íþróttasjóðs og það er mjög ánægjulegt að það er íþróttatónstaráð að leggja til að við hækkum styrki til íþróttafólks og ég held að flestir séu sammála því. Aðeins varðandi skipulagsmálin sem annars var ræddi hérna ég held að hann hafi skoðað vitlaust skipurit, ég held að hann hafi skoðað skipuriti sem Margrét Sanders lagði fram í bæjarráði þar sem lagt er til að íþróttafulltrúi fari undir lýðheilsusvið og það er ekki í tillögu meirihlutans, hann er þar áfram á fræðslusviði og enga breytinga var að gera á hans starfi. Gunnar Þórarinsson eitthvað til hljóðs, Gissul. Gunnar. Virðulegi forseti, ágætu bæjarfulltrúar og gestir. Ég vil nú byrja á því að þakka fyrir að það er búið að hnýta þannig hnútana að íþrótta- og tómstundaráð verður ekki lagt niður eins og meirihlutinn hafi í svona gefið í skyn allavega og þakka fyrir að það er búið að leggja niður þá ósvinnu. En ég kem nú undir þessu fyrsta máli þarna með uppbygginguna. Mér finnst það ekki boðlegt að hafa fengið strax þessar upplýsingar áður en við fórum á þennan fund. Hvað er þarna að ræða? Það hlýtur að liggja fyrir og hefði verið eðlilegt að leggja það fram. Því að það er auðvitað ástæða til þess að ræða þessi mál, fara yfir þau á þessum stað og ég lýsi yfir óánægjunni minni með það að það hafi ekki verið gert. Nú varðandi þessa afreiðsstyrki þá finnst mér það nú auðvitað alveg sjálfsagt að við reynum að gera eitthvað þar eftir því sem að fjármuni leyfa og bara eðlilegt að við reynum að styðja við bakið á þessu fólki sem að auðvitað ber okkar stöðu í íþróttamálum vel út fyrir okkur og kynnir þetta vel það sem við erum að gera. Og ég held að við þurfum að gera betur í þessum efnum. Margrét Sanders hefur hvað til hljóðs, gjör svo vel Margrét. Forseti, bæjarfulltrúar, góði gestir. Við erum að fara að ræða skipulagsmálin á eftir og tillögur meirihlutans í sambandi við það. Erum einnig að fara að ræða breyting á samþykktum þar sem kemur inn á með nefndirnar og annað. En það sem er bara ruglingslegt fyrir okkur og hvað þá Margréti Þórarinsdóttur téða er að við bara áttum okkur ekki á hvað er til að. Það er bara þannig. Það er búið að Róbert Ragnarsson ráðgjafi hefur komið tvisvarsinnum, eða hann hefur komið oftar en allavega tvisvarsinnum bara á nokkrum vikum inn í bæjarráð með ákveðnar hugmyndir og í fyrra skiptið þá er hann með plagg sem er lagt fram og þar stendur, svo ég vitni beint í það plagg, tekið undir það sjónarmið að íþrótta- og tómstundaráð starfi áfram. Í það minnsta næsta árið meðan unnið er að innleiðingu stefnumótunar og aukinar áherslu á lýðheilsumál. Sko, það getur vel verið að menn séu bara íta þessu út af borðinu, segið það þá. Þið eruð með skipurit sem þið eruð að leggja fram, ætlið bara að vera með það í 6 mánuði. Þú leggur ekkert fram skipurit bara svona, já, tökum það í 3 mánuði eða mánuð.
Skipurit eins og þessi frábæra stefnumótun sem var kynnt fyrir bæjarstjórnarfundinn áðan til lengri tíma en á morgun. Þannig að við þurfum að vita hvað erum við að tala um. Það er líka að tala á þessum fundi sem var þar, að þar var verið að tala jafnvel að setja lýðheilsuráð og velferðarráð saman. Þetta var svona verið að velta upp þessu. En menn halda lýðheilsuráðinu inni, setja það til hliðar og við ræðum það á eftir. En þar sagt bara hreinlega að af því að það er svo mikið að verkefnum á velferðarráði núna framundan, að þá sé ekki ráðlegt að á velferðarsviðinu, þá er ekki ráðlegt að velferðarráð og lýðheilsuráð verði saman. Nei, setjum lýðheilsuráð þá sér, velferðarráð sér, en frábært. Sviðstjóri velferðarráðs, hann á að geta séð þetta. Það kemur ekkert máli fyrir hann, þetta er bara sviðið sem að vera svo brjálega að gera með allan þennan flutning og þessum breytingaverkefnum og með auknum verkefnum. Sko, það er það sem við áttum erfitt með að fóta okkur í þessu verkefni eða þessum tillögum ykkar. Það er hvað er verið að leggja til í alvöru. Við bara fótum okkur ekki í því, við sjáum ekki alveg hvað nefndirnar eru, við hélt að nefndirnar kæmu þarna líka sem tillaga og mér langar til að nefna það hér að þessi tillaga, af því að nú er hann opinber, þessi tillaga sem við lögðum fram í bæjarráði, varðandi skipurit, þetta er ekki óskatillaga D-listans, alls ekki, en að okkar mati þá vorum við að reyna að nálgast bæði eða öll sjónarmið þannig að við yrðum saman að einhverju, en þið eru komið til og fínt, ég meina þið ráðu þessu eins og þið hafi nokkru svona sagt, en það er það sem við erum bara að segja, það verður þá að vera skýrt hver er tillagan, þannig að við komum ekki hérna upp, nokkur okkar í minnihlutunum að segja býðið, ætlið eftir ára að leggja niður íþrótt og tómstöðuráð, ætlið að leggja það niður en hættuð við, hvað eru það að tala um? Þannig að það verður mjög gott allavega og það kemur fram á eftir að vita allavega hver er tillagan. Eru fleiri sem vilja kveða þessi hljóðs undir þessum lið? Friðjón Einarsson er hvað þessi hljóðs, gerð svo vel Friðjón. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Það var rætt ýmislegt á svo langa tíma sem þetta stjórnskipulag hefur verið í umræðinni og rétt sem Margrét sagði að það er búið að fara fram og tilbaka með ýmislegt í þessu en svo tillaga sem sagði þetta verið í bæjarráði og er núna hér til umfjöllunar að verða á eftir er svo sem stendur eftir og þá er ég ekkert að horfa í baksýnisspegilinn og veltaði fyrir hvað ég sagði fyrir mánuð eða 2 mánuði síðan. Þetta er tillagan og það er öllum skýrt hvað þetta er. Það bara menn að lesa myndirnar og lesa það sem fylgir skoða skipuriti, þá er þetta alveg ljós hvað þetta er og ég bara hvet Margréti til að lesa þetta aftur, þá kannski sér hún þetta. Margrét Þórunnsdóttir við hvað til hljóðs, gerð svo vel Margrét. Virðulegi forseti og aðri viðstaddir, mér langar að koma hérna aðeins aftur inn á úthlutun íþróttasjóðs vinnureglur. Ég veit allt íþróttasjóð, ég tel að það þurfi reyndar að hækka þessa styrki og stofna afrekssjóð. Því að 15.000 krónur er bara dropið í hafi þegar maður með ungling og hann hefur það tækifæri og er valinn í landsliðið og það er bara ekkert á allra að stofna til þannig kostnaðar sem þessu fylgir. Af því þetta er miklu, miklu meira og ég endurtek þetta er bara dropi í hafið. Og það er ekki fleiri sem að kveða þessi hljóðs varðandi fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs og ber ég fundargerðina samþykktar fyrir fundin, þeir sem geta samþykkt vinsamlegast gefið merki og fundargerðin er samþykkt 11.0. Nú fundargerð barnaverndarnefndar er lögð hér fram og næst tökum við til við fundargerð fræðsluráðs frá 31. maí 2019 og ég gef orðið laust varðandi fundargerð fræðsluráðs. Margrét Þórunnsdóttir hefur hvað til hljóðs, gerð svo vel Margrét. Virðulegi forseti og aðri viðstaddir, ég kem hér undir lið 2 í fundargerð fræðsluráðs
samræmt könnunarpróf. Ég velti fyrir mér áreiðanleika í niðurstöðum þessa prófa í ljósi þess að það er mikið missamræmi í þátttöku í prófunum. Eins og má sjá þá er 91% þáttaka í stærðfræði hjá Heiðarskóla en einungis 77% þáttaka í Njarðvíkurskóla. Ég bara velti fyrir mig hvað skýrir þennan mun. Síðan kem ég hér undir lið 4, mælaborð fræðslusviðs. Ég tel að þetta sé mjög þarft vinnuplagg og tilefni til að gera enn betur. Varðandi starfsmannakönnun leikskóla þá sé ég að tíðni áreiti meðal starfsfólk er 13,4 í Reykjanesbæ en einungis 7,5 á landsvísu. Einnig kemur fram að aðgengi að ráðgjöf sérfræðinga utan skólans er 58,5% hjá Reykjanesbæ en 70,3% á landsvísu. Ég tel að þetta sé áhyggjuefni sem er vert að athuga. Heilt yfir er það ánægilegt hver þessi starfsmannakönnun leikskóla og grunnskóla kemur vel út. Ég óska þetta sé bókað. Anna Sigríður hefur hvatt sér hljóðs. Gjör svo vel, Anna Sigríður. Forseti, aðri gestir. Ég kem einnig undir lið 2 samræmt könnunarpróf. Hérna eru einungis niðurstöður úr samræmdum prófum úr 9. bekk, ekki af yngri nemendum. En ég velti aðalega fyrir mér svona árangri skólana. Við erum að reka 6 grunnskóla núna í dag og ég kalla eftir meiri umræðu menntamál í Reykjanesbæ. Ég kalla eftir miklu meiri umræðu meðal kennara, skilaboð til foreldra og skilaboð til nemenda. Eru samræmdu prófin mikilvæg? Fyrir hverja eru þau? Eru þau fyrir nemendunar sem eru á leiðinni í framhaldsskóla ári seinna? Eða eru framhaldsskólanir ekkert að skoða niðurstöður þessar samræmdu prófa? Vita það allir? Geta kennarar svarað öllum nemendum hve mikilvæg þessi próf séu? Eða eru þau kannski ekkert svo mikilvæg? Eigum við kannski að fara að fókusa meira bara á nýja námsmatið? Og hvar stöndum við í því í Reykjanesbæ? Hvar standa allir þessi 6 grunnskólar ef við horfum á samræmt könnunarpróf og svo nýja námsmatið? Allir sem eiga að vera komnir inn í það. Eru allir skólar að nota bókstafi? Eða eru kannski einhverju grunnskólar ennþá að nota tölustafi? Ég kalla bara eftir meiri umræðu hvert við erum að stefna í menntamálum. Hvar erum við að skoða árangurinn? Hvernig berum við okkur saman? Erum við öll að horfa á þessar tölur hérna? Hvað þýða þær? 30, hvað þýðir það? Er grunnskóli með 30 í ensku? Er það gott? Erum við með okkur við landið? Erum við með okkur við aðra skóla á Suðurnesjum? Ég kalla bara eftir meiri umræðu þetta. Ef við ætlum að hætta að horfa á samræmduprófin, ef enginn er lengur að pæla í þeim, ef að skilaboð til nemenda eru að þau skipta ekki máli, þessi framhaldsskóla skoða þetta ekki, þetta skiptir ekki svo miklu máli, einbeittu ykkur að skólaprófunum og nýja námsmatinu. Þá þurfum við að fara að upplýsa foreldra, upplýsa nemendur, hvað þýða bókstafarnir. Það er margir að spyrja það. Skólaslitin voru í dag, allavega hjá börnunum mínum, allir koma heim með bókstafi. Hvað þýðir þetta? B. Hvað þýðir það? 8. Nei, það má ekki tala lengur tölustafi. Þetta er ennþá ruglingslegt. En allir 6 grunnskólar í Reykjanesbæ þurfa að vera alltaf í takt. Sérstaklega fyrir foreldra og nemendur sem tala saman menntamál. Ég kalla eftir meiri umræðu menntamál í Reykjanesbæ. Eru fleiri sem að kveða sér hljóðs? Guðbrandur Einarsson hefur kveðið sér hljóðs. Gjör svo vel, Guðbrandur. Forseti, aðeins út af þessar umræðum þessu samræmdu próf sem að hafa nú vikingist árabil og við höfum nú talið að þetta geti gefið okkur einhverja vísbendingu stöðu okkar þá bæði gagnvart öðrum en líka þá gagnvart okkur sjálfum því að það verið að gera þetta á mismunandi aldurstigum og börn geta svona
sé stöðu sína á ákveðnum tímapunkti og nýtt hana til þess að bæta sig eða glæðast yfir því hvernig gengur. En mér hefur ekki verið kunnugt um það að við getum bara ákveðið það að sleppa þessum samræmduprófum. Ég held að við höfum þær skyldur að leggja fyrir samræmd próf en kannski það orðið þannig að við getum, því allir eru hættir að taka mark á þessu. Mér hefur ekki borið svo vitneskja að við getum sleppt samræmdum prófum. En gott fyrir okkur allavega að það sé einhverju mælikvarðar bæði í skólunum okkar og líka bara því sem við erum að gera. Við getum alltaf metið stöðu okkar frá tíma til tíma. Margrét Sandnes hefur hvað sér hljóðs, gerð svo vel Margrét. Forseti, bæjarstjórn, góði gestir. Mælikvarðar eru góðir og ég er algjörlega sammála Guðbrandi Einarssyni í því. Samræmdu prófin er ekki eini mælikvarðinn og við erum búin að vara við því margoft, ekki eini mælikvarðinn. Á sama hátt að við getum ekki útilokað hann. Við skulum líka passa okkur að skólarnir okkar eru misjafnir. Það eru ákveðnir skólar í sveitarfélaginu sem eru með deildir, misstóra deildir, þar sem eru börn sem taka ekkert samræmdupróf. Það er bara þannig. Þannig að það hefur áhrif. En það væri mjög áhugavert og ég veit ekki hversu djúpt hægt að rýna í þessi gögn, en það væri mjög áhugavert að skoða þetta samhliða því að horfa til fjölmenningarinnar. Hvernig eru þeir skólar að koma út í samræmduprófum, í íslensku til dæmis eða einhverju þannig fögum, þar sem að við erum með stóran hluta af fjölmenningabörnum sem tóku prófin. Eða þessi skólar þar sem að hvernig er starffræðin að koma út og svo framvegis. Við höfum að rýna í þessar tölur og við höfum líka að leggja mikla áherslu á líðan barnan okkar. Það fyrir að mínum mati fer þetta allt saman. Þetta er bara þetta mælaborð. Við skoðum heildina og það er á enginn að dæma og þá ekki vera að hrópa niður eða upp einhverja skóla. Heldur erum við þarna að horfa á mælikvarða til að læra þeim og gera betur. Þannig að mér finnst þetta bara mjög mikilvægt að þetta komi fram að við eigum að horfa á þennan mælikvarða eins og alla aðra, læra þeim og reyna að rýna miklu betur í það. Það er ekki fleiri sem að kveða sér hljóðs, þá vil ég bera fundargerðina við fundinum til samþykktar. Þeir sem geta samþykkt fundargerðina vinsamlega skeiða merki. Hún er samþykkt 11.0. Næst er það 7. liður á dagskrá, endurskoðun stjórnskipulags Reykjanesbæjar, fyrri umræða. Orðið er laust. Friðjón Einarsson hefur kvatt sér hljóðs, gerir ég ráð fyrir. Hann er allavega leiðin í pontu, gjör svo vel Friðjón. Afsakið, herra forseti. Fyrir fljótur á mér. Fyrir liggur hérna tillaga meirihlutans stjórnskipulag Reykjanesbæjar, skipurit nefnda og starfseininga. Lengi hefur verið unnið að þessu verkefni frá síðasta hausti og undir leiðsögu Róberts Ragnarssonar, stjórnmálafræðings og ráðgjafa, sem hefur mikla reynslu í að starfa í sveitarfélögum sem fyrrandi bæjarstjóri í Vogum og Grindavík. Meirihluti í Reykjanesbæ taldi nauðsynlegt að endurskoða stjórnskipulagið og skoða hvernig við getum nýtt betur einingar, unnið betur saman og fundið samspil sem gæti þjónað hagsmuna sveitarfélagsins betur. Við teljum að með þessari tillögu séum við langt komið með það og ég vil hérna sérstaklega nefna að við höfum lengi haft áhuga það að nýta betur starfsfólk Reykjanesbæjar og vegna þessa að þá höfum við lagt hérna til að hérna höfum við nefnt skrifstofun sem nefnd Súlan, það sem kemur inn, það sem við saminum mörg svið
raun og veru erum við að ganga tilbaka með skipulagsbreytingar sem gerðar voru 2004-05 þegar markaðs- og atvinnumálaskrifstofan var lögð af. Þarna erum við að tengja saman atvinnumál, ferðamál, menningamál og byggðamál undir einum hatti. Þannig hægt sé að nýta og vera kraft meiri á sviði atvinnu og ferðamála. Það hefur löngum verið kallað eftir því að við höfum sterkari tök á atvinnumálum sveitarfélagsins og með þessu móti telur við vera að bregðast við þeim athugasemdum og sameinum þarna undir eina stjórn sem við leyfum okkur í þessari tillögu að kalla Súlan. Áður hét þetta markaðs- og atvinnumálaskrifstofan en vinnuheiti núna er Súlan. Við teljum enn fremur nauðsynlegt að styrkja betur framkvæmdastjórn sveitarfélagsins og gera hana formlegri og þó að hún sé sveigjanleg og fjöldi sem tekur þátt í daglegri framkvæmdastjórn sé misjafn og þá er þarna búið að festa dálítið í sessi ákveðna framkvæmdastjórn til stuðnings við bæjarstjórann. Annað sem ég vil nefna hérna sérstaklega og menn rýna náttúrulega í þetta að við erum ekki að gera stórar breytingar á skipulaginu. Við erum að halda okkur við þessi megin 3 svið, velferðarsvið, fræðslusvið og umhverfissvið. Stjórnsýslusviðið verður aftur á móti aðeins öðruvísi sem er stóðsvið. Þar verða 3 megin svið, annars er það fjármálaskrifstofan. Númer 2 er það skrifstofa bæjarstjóra og síðan Súlan. Við teljum að á þennan hátt munum við nýta betur starfsmenn sveitarfélagsins, starfið verið virkara og skipulara og ljóst hvar og hverju menn til heyra. Fyrir utan þetta standa náttúrulega B-hlutafyrirtækin okkar, Reykjaneshöfn, Hjúkrunarheimili Nesvellir, Eignaðarfélagið Fasteign, Hljómahöll veitingar, Fráveitan HS Veitur, Víkingaheimar og Tjarnargatan 12. Við erum búin að fjalla þetta mörgum sinnum í bæjarráði og höfum farið dálítið fram og tilbaka í þessu. Ég held að þessi niðurstaða sem hér liggur fyrir sé til fyrirmyndar og vil lýsa ánægju minni með vinnuna og samstarfið í bæjarráði. Þó svo á endanum höfum við ekki öll verið sammála kannski niðurstöðuna. Það voru svona smávægilega breytingar sem ollu því. En þess ber þó helst að geta að við erum komnir inn með 2 nýjar nefndir sem við höfum rætt áður hérna til framtíðar sem er framtíðarnefndin og lýðheilsuráð. Mér líst vel á þetta og ég held að þetta sé rétta leiðin að fara. En auk þess þá höfum við fest inn forsætisnefndina inn á skipriti sem ekki hefur verið áður. Þannig að ég legg eindregið til að þessi tillaga verið samþykkt. Eru fleiri sem vilja hvað þessu hljóðs til þessum lið? Margrét Sandis hefur hvað til hljóðs, gjör svo vel Margrét. Forseti, bæjarstjórn, ágætu gestir. Við ræddum aðeins þetta mál áðan undir liðnum út af fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs og erum aftur að því. Þá nefndi ég örlítið varðandi að mér fannst þetta óskýrt skipulagið og það kom svona vandlætar, ég veit ekki einu sinni hvernig ég á orða það, allavega þessi fyrirlitningasvipur á Friðjón, þar sem hann horfir á bæjarfulltrúa og segir ég held að menn eigi að lesa gögnin betur. Þetta er nú búið að heyrast nokkur sinnum, en núna áðan kemur hann fram, stendur hér í pontu, er að leggja fram tillögu meirihlutans, talar að það eigi að stofna framkvæmdastjórn og ánægð með að í tillögunni sé gert ráð fyrir hverjir eru þar. Það er bara akkurat ekkert nefndin framkvæmdastjórn í þessari tillögu sem liggur fyrir ef við erum að útiloka allt annað sem búið að koma fram. Hvað eru það að leggja fram
Það er grundvallar atriði að við vitum nákvæmlega hvað er verið að leggja fram. Þá skulum við aðeins horfa á framkvæmda stjórnina. Fyrsta, Téður Friðjón, nefndi hana. Hverjir eru í framkvæmdastjórn? Horfum þá bara á skipuritin í heild sinni og ef við horfum á skipuritið, þarna er bæjarstjóri, en þessir aðilar sem voru sagðir verið í framkvæmdastjórn sem hann nefndi örlítið hann Friðjón áðan, þá sjáum við ekki hverjir eru sviðstjórar eða hverjir eru stjórnendur eins og eru bara hvort sem það eru fyrirtæki eða sveitarfélög eða bara í almennu stjórnarháttum, meira að segja í íþróttahreyfingunni. Þá vita menn hverjir eru stjórnendur. Þarna, væntanlega, því að þetta kallast umhverfi svið og fræðslu svið og velferðarsvið, þá ger ég ráð fyrir að það sé óbreytt, en það hefur umræða verið þannig að það eru sviðstjórar. Gott og vel. Þá erum við með stjórnsýslusvið. Það verður engin sviðstjóri þar. Það hefur komið fram í umræðinu og gott að Margrét Þórarinsdóttir frá Miðflokknum heyri það núna. Þetta er ekki sérsvið, af því að þetta eru 3 undirsvið, en bæjarstjóri þá væntanlega yfir stjórnsýslusviði, þó að kom ekki það fram þarna, en það er aukaatriði, held ég, miðað við eins og þið talið. Þá erum við að horfa á fjármálaskrifstofu. Og þá er einhver yfirmaður þar, ekki sviðstjóri, þetta er ekki svið. Er þá fjármálaskrifstofustjórinn, er hann þá í framkvæmdastjórn? Já, það var einhvern tíma að tala um það. En byrja, af hverju hann? Eða skrifstofa bæjarstjóra, býtu, er það sviðstjóri? Hann er ekki sviðstjóri stjórnsýslusviðs. Er hann yfir skrifstofu bæjarstjóra? Er þetta húsvörðurinn? Nei. Við reiknum við vitum hver þetta er. Og svo súlan. Þið eru búin að tala um að það er að ráða verkefnastjóra. Og þess vegna er þetta kaldhæðni þess að segja, þessi verkefnastjóri sem á að taka einhver hlutverk, óskilgreind, ekkert óskilgreind, þeir eru skilgreind og ég fer yfir það eftir. Hann verður sem sagt yfir súlunni og þá vantilega fyrir súlustjórin, þegar þarna líka, ekki er að sviðstjóri. Þannig að við erum þá komið með þessa aðila. Svo fara menn að tína ákveðna aðra aðila inn, eins og sagt var í einhverjum gögnum fyrir nokkrum vikum síðan, ætti að vera inn í framkvæmdastjórn. Af hverju þeir en ekki allir hinnir? Á lýðheilsu, starfsmaður lýðheilsuráðs að vera þær undir? Nei, kannski ekki eða hugsalega ekki. Er hann stjórnandi? Er hann í framkvæmdastjórn? Hvert er hlutur hans? Hvert er ábyrgð hans? Það þarf að vita það áður en skipurit er samþykkt. Hvað erum við að tala um þegar við erum að tala um framkvæmdastjórn? Eru það sviðstjórnir, þá er framkvæmdastjórn 4 manna stjórn. Þá er það bara bæjarstjóri, sviðstjóri umhverfissviðs, sviðstjóri fræðslusviðs, sviðstjóri velferðarsviðs. Ef að það er einhverju stjórnendur undir, þá hljóta þeir að vera með einhvern stjórnendatitil eða einhver hlutverk sem að það skýrist þannig að þeir fara þá inn í þessa framkvæmdastjórn. Þeir geta ekki bara, það getur ekki verið háð bara skoðun þess bæjarstjóra sem að er hverju sinni hvern hann vil hafa inn í framkvæmdastjórn. En hann getur kallað hvern sem er inn í framkvæmdastjórn til skrafs og ráðagerðar eða hann komi öðru hverju inn með ákveðna skýrslur eða bara að allir forstöðumenn, segjum allir forstöðumenn séu settir þarna inn, þá er það aðilar sem eru með sviðstjórum í framkvæmdastjórn. Þess vegna er ég að segja, mér finnst þetta ábyrgðin ekki skýr, mér finnst þetta ruglingslegt og ég bara skil þetta ekki, fyrirgefið þið. Og ég bara lýsi því yfir að mér finnst algjörlega frábær vinnan varðandi stefnumótunina. Stefnumótun Reykjanesbæjar er skólabókadæmi hvernig á að vinna hlutina. Þetta er skólabókadæmi sem hægt er að kenna ykkur einasta háskóla, það er vel að þessu staðið og kapasent á algjörlega heiður skilið. Og þið í meirihlutanum líka, vegna þess að þar var bæjarstjórnin að vinna saman algjörlega. Jú, það er rétt að við vorum að vinna með skipuritið, en skipuritið tengist stefnumótuninni. Hvað erum við að leggja sem megin atrið upp úr stefnumótuninni? Vellíðan og börnin og þá alltaf verið að tala um íþróttur og tómstundamál og lýðheilsan tengist því og svona.
Hvar ætlið að hafa íþróttir fyrir alla? Hvar ætlið að hafa íþróttir fyrir alla? Það er ekki bara einhver íþróttafélög. Það er svona íþróttir fyrir alla. Það er bara út að leika. Hverjir voru á ráðstefninu út að leika? Daginn. Sem að íþrótt- og tómstundafulltrúi ásamt fjölmenningarfulltrúa og fjölmenningarfulltrúi stóð sér frábærlega þar voru að standa að. Og fræðslu og sviðsstjóri sviðsins gerðu það algjörlega frábærlega. Þar voru þessir aðilar að vinna þetta. Ég skil ekki alveg hvar þið ætlið og þessi upptalning áðan, hún gerði hlutina ennþá ruglingslegri og þegar að menn að tala einhvað sér þvert á svið, þá vil ég rétt að vona það að ef að sálfræðingar eru á velferðarsviði og eru að vinna inn í skólunum, eru þeir bara að vinna fyrir velferðarsviði, eru þeir ekkert að vinna með fræðslusviði? Er það þannig að við ætlum að setja hvert einasta sviði svo mikið síló að við ætlum að byggja kassa utan á það, þú máttu ekki tala við hina. Nema þú setir það á skipurinn þar sem að það er þvert á einhver ör. Það er ekkit svoleiðis. Þetta er spurning, það sem þarf að leggja áherslu á er að ábyrgðin þarf að vera skýr. Málaflokkar geta verið á nokkrum stöðum, en hvar eru þær? Af hverju er verið að taka hluta þarna og hluta þarna, ábyrgðin þarna og það er ekki eins og skýrt. Hlutverk fyrir að gera hvað, hvernig, það er mjög óskýrt á mínu mati. Og ég skil ekki, ég bara fyrirgefi þig og þá kemur Fríðan örugglega og horfir á mig vandlæti svip og segir, lestu gögnin, Margrét, það er svarið yfirleitt. En ég ætla bara að segja ykkur, það er búið að liggja yfir þessu og kannski þar er ég bara sérkennslu við þetta. Síðan hlutverk nefnda skarast. Nefndirnar, þeir eru settar inn í skipurit óháð því hvaða sviðsstjóri ber ábyrgð á þeim. Þannig að það er erfitt að átta sig á hver er umsjónarmaður og eins og framtíðarnefndin, hún er eiginlega ekkert skilgreind og ekki einu sinni í samþykktunum sem við eigum að vera að fara að ræðum á eftir og kemur inn á eftir. Framtíðarnefndin er skilgreind í einhverju fundagerð þar sem sagt er framtíðarnefndin á, en það hefur kannski gleymst að kópera það inn í samþykktarskjali. Það getur vel verið, en það er það ekki inni. Aftur, af því að þið hafi verið að vitna í fyrri tillögur sem hafa komið frá ráðgjafa, þá er gert ráð fyrir að okkar mati eins og við skildum þetta, það væri verið að leggja niður íþrótt- og tómstundaráð eftir ráð, en ég skal bara vera fyrsta manneskja að fagna því með ykkur og ætla ekki að fara að skreita með einhverju fjöðrum að við höfum eitthvað barist á móti því. Ef að það er einsettu vilji ykkar að gera það ekki, þá er það bara frábært. Og síðan þetta að þið ætla að ráða 3 starfsmenn inn og það kemur fram í gögnunum sem að eru opinber að þetta kostar cirka 50 milljónir á ári. Það er aðstofamaður bæjarstjóra og það er starfsmaður lýðheilsuráðs og svo er það skrifstofustjóri Súlunar. Ég er búin að klæra mig svo mikið á þessu orði, ég byrst afsökunar á þessu. Skrifstofustjóri Súlunar, kallast það. Við vorum að skoða starfslýsingar og við vorum að bera saman hver á að gera hvað, hvert er hlutverk hvers og svona. Og það sorglega í þessu öllu saman er að þetta er copy-paste starfslýsing bróðurparts skrifstofustjóra Súlunar er bara næstu því eins og verkefnastjóra viðskiptaþróunar. Og aftur, það þarf eitthvað að skýra þarna vegna þess að þetta eru ólík svið og síðan í kynningunni sem er þetta sem þið leggið fyrir, þá er hérna stjórnskipulag Reykjanesbæjar og þetta er kynningar á fundi bæjarráðs. Það hefði nú verið ágætt að taka allavega út skipurit svið og skrifstofu, þetta er hugmyndir stjórnenda og þeir kasta þessu fram, bara fínt og það er að einfalda text á eitthvað svona sko. Svo eru sett svona fullt af hlutum inn sem að er ekki einu sinni sko, sem að er búið að fjalla þetta neðarhaldur í á sviðstjóran. Hvernig voru þeir involveraðir í þá vinnu? Er starfsfólk sem þekki málaflokkana út og inn, eru þeir í alvöru með það á hreinu, þú veist, og sviðstjóranir eru gjörsamlega á kafi og við erum bara svo heppin Reykjanesbær að við erum með einvala liða stjórnendum. Það eru alls ekkert allstaðar þannig. Við erum með einvala liða stjórnendum
Þeir eru algjörlega á kafi, ég gerir mér algjörlega grein fyrir því, en það svolítið okkar, eða allan þess að stýrir þessari vinnu, að kalla til þá fleiri til þess að koma oftar af því að þetta búið að breytast 360 gráður frá fyrstu hugmyndum. Vegna þessara fyrstu umræðu og eins og staðan núna, af því að þetta lagt til og búið að samþykja, þó þetta sé fyrri umræða, þá langar mig helst að koma með tillögum að fresta, en ég vona þá að það komi frá ykkur, en við bókum allavega þetta. Og þá hefst lesturinn og ég lofi ykkur að þetta ekki eins langt eins og áhersluatriði D-listans voru í upphafi kjörtímabilisins. Bókun D-listans. D-listin getur ekki samþykkt tillögu nýtt skipurit sem meirihluti bæjarráðs í Reykjanesbæ leggur fram. Megin ástæða þess eftirfarandi. Í fyrsta lagi, ábyrgð óskýr. Málaflokkar settir á nokkra staði án þess að tilgreina hvar ábyrgð hvers og eins liggur. Ekki ljóst hverjir eru sviðsstjórar eða hverjir eru aðrir stjórnendur. Hlutverkin, í öðru lagi, hlutverk óskýr, ekki skýrt hver á að gera hvað og hver á að stýra hverju, málaflokkar á nokkrum stöðum. Í þriðja lagi, hlutverk nefnda skarast, settar inn í skipurit óháð því hvaða sviðsstjóri ber ábyrgð á þeim og því erfitt að átta sig á hver umsjónarmaður. Framtíðarnefnd ekki skilgreind. Upphaflega var gert ráð fyrir að leggja niður íþrótta- og tómstundaráð. Það var sett þannig inn í breytingar á samþykktum og svo tekið út. Tillaga ráðgjafa og bæjarstjóra að íþrótta- og tómstundaráð og svo innan gæsalappa verði í það minnsta starfandi næsta árið meðan unnið að innleiku stefnumótunar og aukinar áherslu á lýðheilsumál. Gæsalappum, lokar gæsalappum, beinni tilvitnun. Samkvæmt þeirri tillögu mun það málaflokkurinn íþrótta- og tómstundamál falla undir velferðarráð samkvæmt þessu og það getum við alls ekki samþykkt. Ráða á 3 starfsmenn, og það bara hreinlega inn í tillögu með þessum starfslýsingum ykkar, ráða á 3 starfsmenn inn samkvæmt tillögum skipuritið og samkvæmt upplýsingum sem fylgdu gögnum kostar það 50 milljónir á ári. Á sama tíma og of miklar álögur á bæjarbúa, nauðsyn fyrir uppbyggingu innviða og mikið álag á starfsfólk lagt til að eftirfarandi starfsmenn veri ráðnir sem ekki í samræmi við þá óvissu sem framundan í atvinnulífi. Og það fyrst, þá aðstoðarmaður bæjarstjóra. Ef bæjarstjóri þar ritara þá leggjumst við ekki á móti því en teljum of í lagt að setja það upp þannig að aðstoðarmann sé að ræða sem kemur fram í skipuriti eða, þetta bara nefnilega sett inn sem tillaga með skipuriti, þess vegna við að setja þetta svona fram, eða sett fram í tillögum á breyttu skipulagi. Starfsmaður lýðheilsuráðs. Sett inn í starfslýsingu að viðkomandi þurfa að hafa menntun sem lýðheilsufræðingur. Stór fjöldi faghópa eru vel til þess fallnir að geta sinnt slíku starfi og má þar nefna íþróttafræðingar, sálfræðingar, hjúkrunarfræðingar, lækna og fleira fagfólk, svo ekki sé rætt bakgrunn og reynslu þessa fagfólks. Þessi þrönga starfslýsing virkar eins og sérsniðin auglýsing. Og síðan það skrifstofustjóri Súlunar. Starfslýsing skrifstofustjóra keimlík starfslýsingu verkefnastjóra, viðskiptaþróunar og sum hlutverk nákvæmlega þau sömu. Ofantalið eru einungis fá atriði sem tekin eru dæmi en mikilvægt að vanda vel svona skipulagsbreytingar með góða stjórnarhætti í huga. Og undir þetta rita Margrét Sanders, Ríkharður Ibsen og Anna Sigríður Jóhannsdóttir. Og ég óska eftir að þetta verið bókað, kæri forseti. Að lokum þá vil ég þakka samstarf sem hefur verið í heildarstefnumótuninni og við leggjum mikla áherslu á það sé tenging á milli stefnumótunar og skipulagsbreytinga. Takk. Já, með leyfi fundarins, þá langar forseta að taka aðeins til máls varðandi það sem fram hefur hér komið. Þetta hefur verið vönduð og góð vinna sem hefur tekið langan tíma. Það nú þekkt í þeim fræðum sem að bæjarfulltrúi Margrét Sanders þekkir mjög vel. Það skiptir miklu máli að vera í samráði við alla sem að
svona breytingar taka til. Þar er alveg ljóst að það hefur verið haft samráð við meðal annars okkar ágæta starfsfólk hjá Reykjanesbæ. Og það getur vissulega verið erfitt þegar eru óvissu tímar eins og breytinga á skipuriti eða slíkt að þurfa að fara í gegnum þann prósess en það er alltaf vænlegra til árangurs. Málið hefur líka verið reifað í bæjarráði nokkrum sinnum, tekið tillit til bæði þeirra athugasemda sem hafa komið fram hér í bæjarstjórn og einnig í bæjarráði eins og frekast hefur verið unnt. Nú, bæjarfulltrúinn fór í löngu máli yfir aðdraganda svo sem og ýmislegt sem að kom fram og kemur fram í þessari tillögu að breyttu stjórnskipulagi. Varðandi tillöguna sem að Sjálfstæðisflokkurinn bar upp í bæjarráði nú síðast, þá er það fagnaðarefni að hún er að stórum hluta keimlík því sem að hér er lagt fram. Fyrir utan það að það er lagt til að sérstaklega lýðheilsu svið verði til hjá bænum. Þess vegna furða ég mig á því að það sé annars vegar kvarta yfir því að það sé verið að setja allt í síló og síðan er komið með tillögu það að það sé bætt við einu sílói þá í viðbót sem er lýðheilsu svið bæjarins. Aftur á móti er það þannig fyrir þá sem að ekki þekkja til og ég hef nefnt áður hér, að lýðheilsan sannarlega er þverfaglegt viðfangsefni, þó svo að vissulega sé fólk sérmenntað í því og okkur þótti ekki ástæða til þess að búa til sérstakt lýðheilsu svið, enda þarf lýðheilsan að taka til allra þeirra sviða sem að framkoma í tillögunni og næra aðeins fram að ganga með miklu samstarfi og góðu samstarfi allra í starfsemi bæjarins og ekki síst íbúana sjálfra. Nú, það sem að snýra að þeirri vinnu sem að hefur farið fram á undanförnu, þá er gaman að heyra það að bæjarfulltrúinn nefnir sérstaklega þennan fyrirlestur út að leika sem fór fram hjá Keili og var virkilega skemmtilegt. Ég kom þangað og hlýddi á og áhugavert að sjá nýja vinkla þar, mikilvægi þess að börn leiki sér úti, séu í virkri hreyfingu, ekki bara skipulagðri. Það er svo sannarlega eitthvað sem við þurfum að lyfta upp hér í Reykjanesbæ. Enda sýna lýðheilsu vísar okkur það að við stöndum okkur mjög vel í skipulögðu íþróttastarfi, en hreyfing fullorðinna og barna og unglinga þess utan er hve lagst á Íslandi. Þetta er fyrirlestur sem að hæglega hefði mátt hafa á stærri vettvangi, þó svo að mér hefði náttúrulega þótt kært að hann hefði verið og farið fram í Keili. Hvað varðar lýðheilsufræðing sem ætlunin er að ráða hjá bænum, þá er það vissulega alrangt að það sé hægt að setja þar undir hvern sem er. Við viljum að sjálfsögðu ráða þar inn menntaðan lýðheilsufræðing sem hefur sérmenntun á þessu sviði. Þarna kemur fram að viðkomandi aðilar þurfa að hafa mastersgráðu í þeim fræðum. Alveg eins og við getum tekið til það sem að snýra að fjármálum og bókhaldi hjá sveitarfélaginu. Það eru ýmsir aðilar sem geta fært bókhald, það eru ýmsir sem koma að fjármálum, en við að sjálfsögðu ráðum hæfan og öflugan einstakling í það starf sem hefur til þess sérmenntun og reynslu. Það er ekkert sem bendir til þess að annað verði upp á teningnum hér og þess vegna furða ég mig mjög á því að bæjarfulltrúinn telji sig að þarna sé, eða beri það hér á borð, þarna sé einhver sérsniðin auglýsing. Hún er ekkert sérsniðinari en það að hún er bara í takt við það sem hefur gerst hjá öðrum sveitarfélögum. Þannig ég veit ekki alveg á hvaða vegferð hún er þar. Þar verður faglega ráðið inn hjá bænum eins og hefur tíðkast hjá þessum meirihluta og vonandi hjá þeim sem að
hafa starfað hér áður. Maður treystir því að fólk starfi á faglegan hátt þegar kemur að ráðningum bæjarins. Nú varðandi þær athugasemdir sem að snúa að framkvæmdastjórn, þá er alveg ljóst að hún getur tekið breytingum eftir því hvernig hentar hverju sinni og það er eðli framkvæmdastjórnar. Ég sé enga ástæðu til þess að dikta upp einhverju sérstakar persónur þar inn, en það liggur fyrir að sjálfsögðu æðstu yfirmann bæjarins eru þar. Mér finnst ekkert óljóst í því, alls ekki, þvert á móti. Ég held einnig að það sem að snýra að stjórnskipulaginu sé að taka mið af þeim breytingum sem að við höfum hlustað eftir í samfélaginu. Við vitum það að starfsemi bæjarins hefur aukist verulega á undanförnum árum. Við erum núna svona skiptumst á með Akureyri að vera 4. og 5. stærsta sveitarfélag landsins. Og mér finnst bara mjög eðlilegt að það sé ráðinn inn aðstofamaður bæjarstjóra. Ég held að það sé hið vænlegasta mál. Mun nýta, þar af leiðandi mun tími bæjarstjóra nýtast enn betur og við bæjarfulltrúar, starfsmenn bæjarins og íbúar einfaldlega að fá betri upplýsingar. Þannig ég held að það sé mjög jákvætt einnig. En ég vil bara ítreka það að það hefur verið vandað til verka varðandi þessa stjórnskipulagsbreytingu. Hún er átt sér langan aðdraganda, það var margir komið að og það er alveg rétt. Við höfum fengið sjónarmið margra, ekki síst núverandi sviðsstjóra og starfsmanna. Þannig ég vil bara þakka bæjarstjóra og sjálfsögðu bæjarráði og bæjarstjórn fyrir samstarfið. Ég held að við séum að vinna góða vinnu. Ég held að við séum vænleg til framtíðar. Ég hef engar áhyggjur af því að íþróttir og tómstundir eða önnur mikilvæg verkefni sveitarfélagsins verði á einhvern hátt undir með þessu breytta skipulagi. Þvert á móti held ég að það muni eflast og styrkjast og starfsemin öll. Og því eindregið hvet ég ykkur til þess, það sem er að ræða fyrstu umræðu, að taka virkan þátt áfram og gefa orðið laust stjórnskipulagsbreytinguna. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Friðjón Einarsson hefur hvatt sér hljóðs, gjör svo vel Friðjón. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það er nú bara stundum þannig í svona breytingum að við erum ekki allt sammála og ég og Margrét Sjálfstæðisflokki verðum bara að vera það. Mér þykir aðeins leitt og hún sé alltaf að koma því að hérna að það sé fyrir það að leggja niður íþrótta- og tómstundaráð. Það er fjarri, það er verið að festa það í sessi og enga breytinga fyrir það á því í því máli. Alls ekki og ég gjarnan að hún hætti að vitna í eitthvað sem var áður en niðurstaðan er svo að það er til framtíðar. En líka kemur aðeins á óvart sko að það hefur lengi verið kvartað yfir því að það þurfi fleiri starfsfólk á íþróttasvið og sjálfstæðisflokkurinn hefur bókað stundum það að í gegnum árin að það þurfi fleiri starfsmenn á íþróttasviði. En núna tala þeir það að það sé vera að ráða lýðheilsufræðing sem muni hugsanlega taka yfir hluta af störfum íþrótta. Það sé ekki nógu gott sko. Það sé við að gera lítið úr íþrótta- og tómstundafulltrúa. Mér finnst þetta furðuleg umfjöllun. En ég ætla bara að taka undir það sem forseti hefur sagt hérna, mér finnst vanda vel til verka og það að ég hefi sýnt vandlætingar svip þegar Margrét var að flytja mál sitt, þá var það kannski vegna þess að mér finnst hún gera lítið úr þessum hugmyndum og okkur allir heiti ekki sviðsstjórar. Það er alveg ljóst að stjórnsýslusviðið er ekki með svokallaða sviðsstjóra
heldur er það að verða yfirmaður fjármálaskrifstofu, yfirmaður skrifstofu bæjarstjóra og síðan yfirmaður Súlunar. Í mínum huga er þetta mjög skýrt og loksins erum við kannski að festa betur í sessi og skýra skipulagið á fjármálaskrifstofu, á skrifstofu bæjarstjóra og síðan á Súlunni. Mér finnst þetta að koma vel út, við erum búin að eyða miklum tíma í þetta og stundum er það bara þannig að við verðum bara að vera ósammála. Guðný Birna Guðmundsdóttir hefur kvatt sér hljóðs. Gjörðu svo vel, Guðný Birna. Ágæti forseti, bæjarstjóri, bæjarfulltrúar og góðir gestir. Ég vil bara rétt aðeins koma og tjá mig undir lýðheilsuráð. Allar breytingar eru erfiðar og það er erfitt að leiða breytingar í gegn en við skulum ekki gleyma því að við erum orðin 19.000 manns hérna. Það er ekki sanngjarnt fyrir íþrótta- og tómstundafulltrúana okkar að stýra þessu einn. Það er bara, ef við horfum alveg hlutlaust á það. Hann er frábær og ótrúlega duglegur og það vantar ekki en við höfum rætt að lengi að það vantar lýðheilsufulltrúa eða forvarnafulltrúa, sérstaklega hvað varðar börnin okkar í skólanum, að setja markvisslar fræðslu og forvarnir. Sér í lagi þegar við erum að fá eins og við fengum kynningum daginn að unglingadrykkir að aukast, þannig að það er ýmislegt sem við þurfum að huga að þar sérstaklega. Við erum líka varðandi lýðheilsuvísana, þá komum við yfirleitt ekki vel út þar, Suðurnesin í heild og ég vona svo innilega eftir 2 daga, það er ekki rétt sem til þetta verður kynnt, að það verði betri lýðheilsuvísar í okkar garð en við þurfum að taka fastari tökum á það sem snýr að okkur eins og eftirliti kvenna varðandi krabbameinsskoðun, hann lélegast á landinu hér. Eigum við að stefna okkur, setja okkur stefnu í því, eigum við að einblína á lestur barna, það er svo margt sem við getum gert það vel og við erum orðin risastórt bæjarfélag og ég fagna því þegar lýðheilsuráð verður stofnað með lýðheilsufulltrúa og við getum unnið þetta saman með að sjálfsögðu íþrótta- og tómstundafulltrúanum okkar. Við getum líka tekið spurning með Janusaráætlunum okkar sem er frábær og er á höndum velferðarsviðs og velferðarráðið þar sem ég sitt, eigum við að stækka þetta miklu meira, eigum við að setja þetta undir lýðheilsuráð, það er ýmis svona pælingar sem við þurfum bara að taka og skoða nánar. En þetta er góð þörf umræða og við þurfum bara að bráka okkur. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Gunnar Þórarinsson hefur kvatt sér hljóðs. Gjörðu svo vel, Gunnar. Virðulegi forseti, ágætu bæjarfulltrúar og gestir. Eins og fram hefur komið að þá sat ég hjá við afgreiðslu þessa máls í bæjarráði og finnst rétt að svona útskýra það aðeins. Mér finnst ennþá vanta mikið upp á það að þetta í raun og veru fullnægi því sem að þeim hugmyndum sem ég hef og mér finnst sumt afskaplega losaralegt og bara eiginlega ekki hægt að standa á því að horfa á það og það hefur verið sett hérna fram. Nefni dæmi, það er lýsing á helstu verkefnum lýðheilsufræðings. Lýðheilsufræðingur verkefnastýrir innleiðingu lýðheilsustefnu, forvarnastefnu og eitthvað fleira. Ég er bara, maður getur ekki annað en stoppað við þessi setningu. Hvað er þetta eitthvað fleira? Í þessum dúr er afskaplega mikið af svona dæmum. Og það er eins og það sé ekki búið að fullklára þetta. Og þess vegna legg ég til að við frestum þessu allaveguna fram á haust og förum vandlegar yfir þetta og áttum okkur á því fyrsta lagi hvað það kostar sem er ekki búið að gera nægilega grein fyrir og í öðru lagi
hvað í raun og veru hverju skilar þetta. Það heldur ekki búið að gera almennilega grein fyrir því. Og ég bara óska eftir því að þessu verið frestað fram á haust. Með þá tillögu? Nú, mér eru fleiri sem vilja taka til máls. Varðandi þetta mál að við förum að skoða tillögur sem fram eru komnar. Ríkharður Ibsen hefur hvað sér ljós. Þessu er Ríkharður. Forseti, bæjarfulltrúar, og ég vil taka undir orð Margrétar Sandes. Ég held að meirihlutann ætti að gaumgjafa hvernig hún fór í gegnum þetta skilmerkilega. Ég ætla ekki að fjölyrða það svo sem eða taka langan tíma hér, en mín persónlega skoðun er að þetta er hroðvirknislega unnið og þetta er eiginlega hálfgerð hrákasmíð. Ég held að það sé bara svolítið þannig. Þannig að bara til þess að ítreka að ég held við ættum að fresta þessu og ef ekki þá hef ég töluverðar áhyggjur af því að meirihlutin eigi eftir að lenda í tómu rugli með þetta. Takk fyrir. Já, Margrét Sandes hefur hvað sér ljós. Þessu er Margrét. Forseti, bæjarstjórn, góði gestir. Grunnvinnan var góð. Greiningar voru góðar og þetta var mjög góð vinna til þess að byggja síðan á. Síðan þegar við fórum áfram, og það er kannski bara eðlileg svona vinnu, það er að menn er að kasta fram hugmyndum og þær koma fram og menn hafa skipta skoðanir, það er verið að tala við stjórnendur, þeir hafa misjafna skoðanir, þannig að það er einmitt þetta sem að við erum kannski búin að vera svolítið vilt, eða bara áttavilt í. Hvað erum við að tala um? Þess vegna kannski, þetta eru þetta fyrir umræða, þannig að við erum vantilega ekki að taka þetta til afgreiðslu núna, þegar í rauninni samþykkt bara að þetta myndi fara í umræðu hér vantilega og verði þá vantilega samþykkt bara í annarri umræðu. En vonandi þá náum við einhverju samkomulagi og þetta er ekki sett fram eins og við séum frekikrakki sem vil hafa eitthvað um þetta að segja. Það er frekar það okkur finnst þetta óljóst og það er það sem truflar okkur. Varðandi breytingar, af því að Guðný Birna nefndi það, að það séu oft erfiðar. Ég elska breytingar. Ég bara elska það þegar menn eru tilbúin að breytast. Og ef við höllum okkur aftur og segjum bara þetta er bara svo frábært til okkur, við breytum ekki neinu, aldrei, þá erum við bara í hættu. Þannig við verðum að breytast og ég held að þessi lýðheilsu áhersla með íþrótt og tómstunda og heilbrigðis og allt þetta og hreyfingunni og allt þetta sé bara frábær. En þetta er mér að spurning að þegar við vorum að tala um síló, það var misskilningur hjá Jóhann, ég sagði þetta er ekkert síló. Þegar þú hélst að ég hefði sagt að vera síló, þetta er ennblega ekkert síló. Að því að menn eru að víkja þetta og menn eru að vinna saman og það er eðli stjórnunar en ábyrgðin þarf alltaf að vera skýr og mér langar bara að nefna Reykjavíkurborg. Ástæðan fyrir að Reykjavíkurborg fer í vinnu út af sínu skipuriti er af því að ábyrgðin var ekki skýr og hlutverkin voru ekki skýr. Það er skipti máli í stjórnarháttum að það sé alveg á hreinu. Af því að við vorum að tala um framkvæmdastjórn. Því miður bara samkvæmt stjórnarháttum og hins opinbera og líka á almennamarkanum þá verður það að vera algjörlega á hreinu hjá okkur sem erum bæjarstjórn hér hverjir verða í framkvæmdastjórn sveitarfélagsins. Og ég held að það sé bara gott ef við segjum þá og ég held að Friðjón hafi komið með kjarnan og það er það sem við erum að kalla eftir. Hann sagði, við erum með 3 sviðsstjóra og við erum með 3 yfirmenn. Þannig er hann bara búin að svara ef að það væri lausnin. Þá er það framkvæmdastjórnin, það er nákvæmlega þessi kassi sem við þurfum að fá. Þá eru þeir með titilin yfirmenn, hinn eru sviðsstjórar, samanmynda yfirmenn og sviðsstjórar, framkvæmdastjórn sem eru í því og með bæjarstjórn. En síðan vorum við að setja aðra aðilaðarnir inn sem að við í rauninni þurfum að bara taka út en þeir eru síðan kallaðir inn. Nema við setjum þá bara líka í kassan yfirmenn. Þannig að það sé alveg á hreinu hverjir eru yfir hverju bara ákveður hverju og hvar er þetta. Það er það sem við erum bara að kalla eftir,
Aðeins varandi stafræna umbreytingu, þá truflaði mig, ég glimti því áðan, það truflaði mig að það sé ekki nefnt stafræna umbreyting, iðnbylting, stafræna iðnbyltingin eða hvað sem þetta kalla, fjórða iðnbyltingin. Það er no-no að tala bara um það sem sko tölvumál. Þetta er miklu stærri en það og það þarf virkilega að skerpa á því innan hlutverks, innan hvers, bara þannig að það gleymist ekki. Og síðan þarna langar mig að segja að ég bara þakkaði fyrir Friðjón varðandi það að þú þarna talaður um íþrótt- og tómstundaráð. Ég skal bara lofa að ég skal bara ekki orða það meir af því að ég bara ánægð með þetta svar. Það er akkurat þetta sem að vildi fá fram, að menn ætla sér ekki að hrófla við þessu og það er aftur ekki sem frekjukrakkinn, heldur frekar að hlutverkið eins og það lítur út í dag, þá sé ég það ekki öðruvísi en að það verða að vera áfram. En það getur vel verið að það breytist eftir ykkur 4 ár, en vonandi ekki eftir 1 ár eða eitthvað svoleiðis. Þetta verður aðeins að fá að gerjast hjá okkur. En svona lokum, af því að það var talað um áðan varandi forvarnirnar, ég man ekki alveg hver af ykkur var að tala um það, að forvarnir og vinna hjá íþrótt- og tómstundafulltrúa væru mjög mikið sem væru sko mikið í skólunum og vandamál og allt þetta. Og lýðheilsufræðingurinn, það var annar ykkar talaði um að lýðheilsufræðingurinn væri að sjá forvarnir að það væri svo nauðsynlegt og hinn talaði um að íþrótt- og tómstundafulltrúin væri með forvarnir og þetta væri svo nauðsynlegt. Íþrótt- og tómstundafulltrúi varðandi hlutverkin, þið töluðum að hann ætti að vera með forvarnir barna og unglinga og lýðheilsufræðingurinn þá með aðra forvarnir, en þeir vinna þetta saman og ég persónulega myndi bara segja að forvarnirnar eru á einni hendi, síðan eru önnur og það er bara ábyrgðin og síðan eru hlutverkin að menn geta verið kallar í hvaða hlutverk sem er af því að þetta er ekki síló. Það er ekki búið að negla hvern inn í sínum sílóum, þannig að menn eru að vinna saman að þessum markmiðum. En ég óska okkur öllum bara þess að við vinnum þetta saman aftur. Það er búið að vera gott samtal. Það má, ef einhver er að hlusta, sem að eru kannski þessar 3 ræður sem að hlusta á þetta, að þá langar mér samt að nefna það að við höfum átt góða samræður í þessari vinnu. Þess vegna vonandi þá náum við einhverju góðri lendingu. Takk. Ágætu bæjarfulltrúar, mér langar að segja nokkur orð um það sem hefur komið hérna fram hjá bæjarfulltrúum. Auðvitað er það þannig þegar er verið að ráða fólk til bæjarins að menn fara ekki það að skrifa 18 blaðsíður um allt sem þeir mögulega gætu gert í sínu starfi. Ég veit ekki alveg af hvaða vegferð Gunnar Þórarinsson, ágætu bæjarfulltrúi, var varðandi það. Auðvitað er það þannig að það eru svona megin mál sem að þar eru reifuð, ekki ástæða til þess að telja eitthvað meira upp þar. Annað sem að ég hnautum í þessari umræðu og það er það sem að snýra að samvinnunni, hún hefur sannarlega verið mjög góð. Og ég verð að fagna því, þannig að ég veit það að bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins sérstaklega, þeim er mjög umhugað lýðheilsu og bæjarfulltrúi Margrét Þórarinsdóttir hefur einnig gert það. Aftur á móti verð ég að segja að það hefur lítið komið frá frjálsu afli varðandi þessar tillögur almennt. Reyndar bara ekki neitt, enga tillögur neitt. Þannig að þar er náttúrulega einhvers konar yfirþyrmandi íhaldsstefna í gangi sem gengur út á það að við þurfum aldrei að breyta. Mér finnst það nú reyndar ekki svona í takt við það hlutverk sem við höfum sem bæjarfulltrúar að stýra hér sveitarfélagi ört sem tekur miklum breytingum sem enginn hefur farið varhlut af og við verðum að bregðast við og við erum svo sannarlega að gera það. Það hefur verið einstaklega gott samstarf flesta þætti í þessum stjórnskipulagsbreytingarferlum öllum saman og ég endurtek tillögur það sem að Sjálfstæðisflokkurinn kom með inn í síðasta bæjarráð. Það er mikill samhljómur þarna á milli og ég er svo bjartsýnn að ég tel að það sé óþarfi að fara í það að fresta þessu fram á haust. Ég aftur á móti tek undir það að það er ástæða fyrir því að við erum með 2 umræður svo veigamikil mál. Það er meðal annars til þess að leyfa góðri umræðu að fara fram sem mögulega getur tekið breytingum milli umræðna.
Þannig að eflaust má kannski skýra og koma á móts við spurningar bæjarfulltrúa einhverju leyti sem ég held að sé þarft og gott og mögulega til þess að málið fái kannski meiri hljómgrunn við síðari umræðu. Ef það er ekki fleiri sem að kveða sér hljóðs, Guðbrandur Einarsson er hvað sér hljóðs, gera svo vel Guðbrandur. Velkomin í pontu. Virðulegur forseti, langar aðeins að leggja orðið í belg varðandi þetta því að auðvitað er þetta mikilvægt verkefni sem við erum að vinna að hér og gert til þess að halda utan um þá starfsemi sem að á sér stað hér í sveitarfélaginu okkar. Og ég verð nú sem leikmaður að segja það að ég hef aldrei séð svona vel unnið plagg. Svona eins gerður og ég þá skildi ég þetta plagg. Mér fannst ekki erfitt að skilja þetta plagg. Þarna voru starfsleysingar og sem að römmuðu nákvæmlega inn það sem að haft var í huga. Ég vil bara fara aftur til þess tíma sem að meirihlutinn setti fram málefnasamning og auðvitað er það einbeittur vilji meirihlutans að koma þeim málum í gegn sem að þar voru sett á blað og meðal annars var skrifað inn í texta að komið er það á fót bæði framtíðarnefnd og lýðheilsunefnd og það mun raungerast í þessu. Þannig að með því erum við meðal annars að standa við það sem við sögðum í þeim málefnasamningi sem við lögðum fram. Við vorum ekki með þá þekkingu sem að þarf til þess að teikna upp slíkt skipurit og til verksins var ráðinn ráðgjafi sem að minni hyggju var mjög vel hæfur til þess að takast á við þetta. Einstaklingur sem hefur tengst stjórnsýslu lengi vel, bæði á vettvangi ríkisins, en ekki síður á sveitarstjórnarstiginu þar sem hann hefur kynnst ýmsum hlutum og síðan í framhaldinu starfa sem sjálfstæður ráðgjafi og verið að leiðsegja vísvegar ýmis mál sem að tengjast sveitarstjórnarmálum. Og við gerðum það á árinu 2014 að fara í stjórnskipulagsbreytingar sem voru nú ekkert alveg óumdeildar en þær voru þó gerðar og við ákváðum það í ljósi breyttra aðstæðna á þessu kjörtímabili að skoða þá stjórnsýslu sem við vorum að vinna með og í ljósi bara breyttra samfélagslegra aðstæðna og þeirra verkefna sem að sveitarfélagið þarf að vera að vinna að endurskoða þetta skipulag sem gert var 2014 og fara í að skoða þetta. Og það var leitað eftir áliti margra, ekki mín, en ég veit að forseti bæjarstjórnar og formaður bæjarráðs ásamt oddvita Sjálfstæðisflokksins komu sínum sjónarmiðum á framfæri við þennan ráðgjafa. Þannig að ég held að hann og ásamt því að hann hafði síðan samráð við æðstu stjórnendur með hvaða hætti menn teldu þessu best varið. Þannig það er ekki hægt að segja að sjónarmið hafi ekki komist á framfæri og enda var hann tilbúin líka til þess að taka við ábendingum ef að þær voru til staðar og ég held að hann hafi gert það mjög vel. Þannig að ég er bara, mér finnst þetta spennandi, þarna er auðvitað verið að setja fram
aðra hluti heldur en við höfum verið að gera, að stjórnsýslu batteríði allt saman sé án sérsars yfirmann stjórnsýslusviðs er nýmæli hjá okkur, en menn telja með þessu sé hægt að auka samvinnu á milli fólks og samstarf, að menn hreinlega neyðist til að vinna saman, og það er auðvitað bara tilgangur að auka samvinnu á milli starfsmanna. Og það hefur nú verið farið hérna út og suður það að þetta sé skýrt og þetta sé óskýrt, og hér voru sálfræðingar nefndir sem að auðvitað eru að vinna þvert á allt, og þannig á þetta að vera. Við eigum að geta unnið þvert á allt líka. Þannig er það bara. Við eigum að vera sveigjanlegir í því sem við erum að gera, og við eigum líka bara að þora að breyta. Nú ef þetta gengur ekki upp, þá skal ég vera fyrstur maður til þess að viðurkenna það ef það gengur ekki upp. En allt er breytingum háð í þessu sem öðru. Bara sem dæmi að við erum hugsanlega, eða í viðræðum við HS Veitur sölu á fráveitunni, það mun auðvitað bara þýða breytingu. Bara það eitt þýðir breytingu. Þannig að við skulum bara vera tilbúin til að taka við breytingum. Og mér finnst þessi umræða, ég horfði á þetta plagg sem að bæjarfulltrúi Margrét Sandís lagði fram í bæjarráði síðast, og mér fannst bara mikið til þess koma, en ég sá þetta bara þarna sömu atriði og eru í þessu skipuriti sem við erum að ræða hér, bara í öðrum kössum. Ég er ekki sérfræðingur í kössum, en ég tel að þetta sé bara ágætt veganesti fyrir okkur til þess að vinna eftir, og bara geti verið góð handleista fyrir framtíðina. Af því að menn nota hérna orðið svo hrákasmíð og hroðvirkni, þá langar mig til að nefna hér sparðatínslu og titlingaskít, svona aðlokum. Já, eru fleiri sem að vilja taka til máls varðandi þennan lið? Svo ekki, þá langar mig að bera upp tillögu Gunnars Þórarinssonar það að fresta málinu fram á haust. Það er nú ekki tilkynnt sérstaklega hversu lengi svo frestun ætti að vera, en ég gerir ráð fyrir því að það sé þá þegar bæjarstjórn kemur úr sumarfríi. Það lefur mér að skilja það þannig ef það er ekki mótmæli við því. Og þeir sem að geta stutt tillögu Gunnars Þórarinssonar vissulega skeiði merki, og þeir sem eru á móti vissulega skeiði merki. Og tillagan er felld með 7 atkvæðum gegn 4. Nú, ég ber þá upp tillögu það að vísa endurskoðun stjórnskipulags Reykjanesbæjar til seinni umræðu 11. júní næstkomandi. Þeir sem geta stytt á tillögu vinsamlega skeiði merki. 11. Já, við þurfum að, já, nei, ég held að það sé engin þörf á því. Þeir sem geta stutt tillögu það að vísa þessu til annar umræðu, vinsamlega skeiði merki, 11. júní. Það er samþykkt. Þeir sem eru á móti afsakið. Fólk er eitthvað að velta yfir sér. Það er samþykkt með 7 atkvæðum gegn 4. Nú, næst er það endurskoðun samþykkta Reykjanesbæjar sem er 7. liður í fundargerð. Og orðið er laust endurskoðun samþykkta Reykjanesbæjar. Forseti ætlar að leyfa sér að fylgja því úr hlaði með greinargerð. Forsætisnefnd hefur yfirfarið samþykktir Reykjanesbæjar þar með talið lagatilvísanir. Þá hafa tilvísanir til ráðuneytis verið uppfærðar. Loks eru gerðar ýmsar tillögur að breytingum á málfari og framsetningu.
Í samræmi við tillögur breytt stjórnskipulag Reykjanesbæjar sett inn heimild í 48. grein stofnun framkvæmdastjórnar Reykjanesbæjar. 57. grein A uppfærð með tilliti til laga endurskipulag nefnda og ráða. Nokkrar umræður voru það hvort nefndum og ráðum skuli falið fullnaðarafgreiðslu mála umfram það sem tíðkast hefur. Forsetanefnd telur að fullnægjandi heimild sé fyrir hendi í 2. málsgrein 54. núgildandi samþykkta og ekki sé ástæða til þess að útvika þá heimild. Þá rétt að framfari heildarendurskoðun á hlutverki og verkefnum nefnda samhliða endurskoðun stjórnskipulags Reykjanesbæjar og verður nákvæmlega kveðið á það í erindisbréfum til nefnda og ráða. Í 57. grein C gert ráð fyrir að erindisbréf verði tilbúin fyrir ráðir, nefndir og stjórnir þar sem kveðið á hlutverk þeirra, valdsvið og starfshætti. Lýsing á hlutverki og valdsviði nefnda var fjarlægt úr 57. grein A. Lýsingin var ónákvæm og í einhverjum tilfellum úrelt. Það því lagt til að þessar upplýsingar verði eingöngu í erindisbréfum nefnda, ráða og stjórna. Í 57. grein A lagt til að sett verði á laggirnar framtíðarnefnd. Framtíðarnefnd ber ábyrgð á framkvæmd framtíðarstefnumótunar Reykjanesbæjar. Nefndin skal vera vettvangur til umræðna þróunarverkefni, hvort sem á sviði þjónustu, tækni eða lýðræðis. Nefndin skal hafa samráð við aðra nefndir og ráð við stefnumótun og þróunarverkefni þeirra. Þá jafnframt lagt til í 57. grein A að sett verði á laggirnar forsetanefnd. Forsetanefnd undirnefnd bæjarstjórnar og skal hún vera ráðgefandi fyrir bæjarstjórn og bæjarráð stjórnsýsluleg málefni. Nefndin ber ábyrgð á endurskoðun og innleiðingu samþykkta stjórn og fundarsköp Reykjanesbæjar. Heiti annarra nefnda hefur verið uppfært með tilliti til tillagna breytt stjórnskipulag Reykjanesbæjar. Umræður voru það í forsetanefnd hvernig skipa skuli nýja aðila eða varamenn í ráð eða nefndir. Ekki um aðal eða varamenn í bæjarstjórn að ræða sem segja af sér nefndastörfum á miðju kjörtímabili. Forsetanefnd telur að tilvísun í 57. grein B til 49. grein sveitarstjórnarlaga sé fullnægjandi enda fellur 49. grein laga í sér ófrávíkjanlega reglu. Samkvæmt ákvæðum laga þeim fulltrúum í nefndum og ráðum sem jafnframt eru aðal eða varamenn í bæjarstjórn ekki heimilt að segja af sér á miðju kjörtímabili. Ef nefndamenn óska eftir því að sé veitt lausn tímabundið eða út kjörtímabilið skuli ákvæði 5. kafla sveitarstjórnarlaga nr. 138 frá 2011 gilda. Í 57. grein B lagt til að fulltrúar á framboðslista taki sæti í nefndum og ráðum í forföllum aðal og varamanns. Þess lista í viðkomandi nefnd eða ráði. Skulu þeir taka sæti í nefnd eða ráði í sömu röð og á listanum. Þá leggur forsetanefnd ennfremur til að samþykktir bæjarins verði uppfærðar þannig að þær endurspegli í nútímalega rafræna stjórnsýslu. Í 32. grein lagt til að heimilt verði að nota rafrænar undirskriftir. Þá lagt til að varðveisla fundargerða sem undirritaðar eru með rafrænum undirskriftum verði rafræn enda heimili lög það. Loks lagt til að í stað þess að fundum bæjarstjórnar verði útvarpað, þá verði heimilað að fundir verði sendir út í gegnum streymisveitu, vefsíður eða með öðrum hætti. Breytingar á stjórnskipulagi rúmast að öðru leyti innan samþykkta Reykjanesbæjar. Eftir að búið að uppfæra upplýsingar nefndir og ráð, forsætisnefnd varar við því að of ítarlegar lýsingar séu á stjórnskipulagi Reykjanesbæjar, skipting verkefna á sviða og samspil þeirra, enda skal slíkt skipulag á hverjum tíma samræmast hlutverki og verkefnum við Reykjanesbæjar eins og þeim lýst í samþykktum og lögum. Forsetanefnd telur ekki heppilegt að endurskoða þurfi samþykki bæjarins í hvert skipti sem gerðar eru minni háttar breytingar á stjórnskipulagi Reykjanesbæjar. Nokkrar umræður voru það í nefndinni hvernig fara skuli með málefni áheyrnarfulltrúa. Forsetanefnd leggur áherslu á skýra heimild í 4. málsgrein 44. greinar samþykkta
þar sem framboðsaðili sem fulltrúa á í bæjarstjórn en ekki í bæjaráði megi tilnefna áheyrnarfulltrúa með málfrelsi og tillögurétt. Hið sama á við fastanefndir sem hefur verið falið fullnustu ákvörðunarvald, þó ekki barnaverndarnefnd. Aðrar breytingar skýra sig sjálfar. Forsetanefnd Reykjanesbæjar 1. júní 2019. Og gef ég nú orðið laust viðkomandi mála. Já, einhverjir. Margrét Sanders, gjör svo vel, velkomin í pontu. Forseti, bæjarstjórn, góði gestir. Það gott að það ekki tímamörk, heldur bara skipti sem hafa komið upp. En mér langar til að, það eru nokkur atriði sem ég langar til að nefna. Að það 48. grein, að þar stendur heimilt að setja á laggirnar framkvæmdastjórn Reykjanesbæjar, í henni sitji helstu stjórnendur Reykjanesbæjar undir forystu bæjarstjóra. Yfirleitt þetta alveg ljóst bara þegar að verið að samþykkja skipurit, hverjir eru í framkvæmdastjórn þegar það fylgir samþykktu skipurits, en af því að það ekki ljóst, þá langar okkur að spyrja hverjir eru helstu stjórnendur. Þetta of opið, þetta eru samþykktir, þannig að það þarf að koma skýrt fram, samkvæmt bara almennum stjórnarháttum, hvað erum við að tala með framkvæmdastjórn. Þannig að, og síðan væri kannski bara í framhaldi og ekkert endilega núna, það þarf líka ef við erum með sérstakara framkvæmdastjórn, það væri ekkert óeðlilegt að það væri sérstakur kafli innan samþykktanna sem myndi þá fjalla hlutverk framkvæmdastjórnar. Ef hún hefur stjórnsýslulega eitthvað stjórnvald eða eitthvað svoleiðis. Síðan 57. grein, bara þegar það auðvitað að lesa þetta yfir að því að það stendur 57. grein A og svo A og B. Þetta í rauninni 57. grein B, að þá myndi maður vilja sjá allavega af því að það á svo mörgum stöðum, þá verið að tilgreina ákveðið hlutverk að kannski að annarkvort erum við að setja hlutverkarna eða ekki. Og það vísað í lög á nokkrum stöðum, en það sem ekki vísað í lög, að þá vilja menn kannski setja einhvers konar hlutverk þarna inn. En það allavega einhvað sem þarf að skoða, annarkvort þá bara ekki neitt, eða þá bara vísa í lög og þá bara það ákveðið hverju sinni samkvæmt skipuriti. Og þá það að lokum 61. grein. Ég var í nefnd á vegum Sambands íslenskra sveitarfélaga endurskoðun á samþykktum sambandsins og þar var mikil umræða og ég biðst afsökunar að hafa komið þessari umræðu þessum hugmyndum hingað inn að þetta mjög misjafnt eftir sveitarfélögum með hlutverk bæjarstjóra, bara framkvæmdastjórn, það kemur reynda framkvæmdastjóra starfslið bæjarins og þess vegna þurfum við að samræma því það tala framkvæmdastjórn og starfslið bæjarins, þannig að það þarf að samræma þetta því það verið að setja sérstaklega framkvæmdastjórn inn. En þar stendur í 2. málsgrein, bæjarstjóri undirbýr fundi bæjarráðs og bæjarstjórnar, semur dagskrá og boðar til funda samanber 14. grein samþykkta þessa. Þarna auðvitað þarf með leyfi bæjarlögmanns, ég ekki lögfræðingur, en þarna varðandi stjórnarþætti, þá formaður bæjarráðs í rauninni sá sem að yfir bæjarráði. Þannig að ef að bæjarstjóri, hann auðvitað starfsmaður og þá ætti að vera allan að bæjarstjóri ásamt formanni bæjarráðs undirbýr fundi bæjarráðs. Þú veist, það bara að bæta þá við formaður bæjarráðs og eins með bæjarstjórnina að bæjarstjóri að setja á fundi bæjarstjórnar og eitthvað svona og þá myndi að koma og ákveður dagskrá svona í samstarfi við. Að þetta sé að þeir sem eru bara yfirmenn þessara ákveðnu þessa laga í stjórnsýslunni, að þeir eru í rauninni svolítið að eiga í rauninni að bera ábyrgð á dagskránu og allt þetta, en þetta væri þá bara samvinna, því að þetta misjafnt þetta sveitarfélögum. Og lögfræðingurinn var að segja að það ætti í rauninni að vera bara forsetinn og formaður bæjarráðs, en af því að þetta misjafnt þá ágætt að láta bara þessa 2 aðila koma fram, held ég. En það ekki fleira, mér finnst þetta fín vinna að öðru leyti og bara tímabær og væntanlega þannig að alltaf eftir kosningar þá þarf enda svona og ég sammála því sem þeir að segja í greinargerðinni
að það er kannski óþarfi í hvert skipti sem að ein nefnd eða eitthvað gerist, eitthvað smáatriði sé að hlaupa til og breyta samþykktum, en klárlega bara alltaf strax eftir kosningar að fara í endurskoðun og það er kannski eflaust samkvæmt lögum. Takk. Það eru fleiri sem vilja taka til máls varðandi þennan lið. Ef svo er ekki, þá ber ég það undir fundinn að vísa endurskoðun samþykkta Reykjanesbæjar til seinni umræðu á fundi bæjarstjórnar 11. júní næstkomandi. Þeir sem geta samþykta, vinsamlegast skeyta merki. Það er samþykkt 11.0. Jæja, ágætu bæjarfulltrúar. Þá er það hátíðarfundurinn 11. júní í Stapanum. Og forseti bæjarstjórnar er hérna með svona tína blaðinu sínu. Afsakið. Ber hér upp tillögu að bæjarstjórn Reykjanesbæjar haldi sérstakan hátíðarfund í Stapa þriðjudaginn 11. júní, títtnefndan, klukkan 5. Í tilefni af því að 25 ár eru liðin frá stofnun Reykjanesbæjar og fyrsta bæjarstjórn nýs sveitarfélags tók til starfa. Bæjarfulltrúum er boðið á fundinn og til kaffisamsætis í Stapa og honum loknum. Dagskrá fundarins. Forseti setur fundinn og er hér tillaga hana. Forseti setur fundinn, forseti rekur í stórum dráttum aðdraganda að sameiningu og fer yfir sögu sveitarfélagsins þau 25 ár sem það hefur starfað. Þriðji liður stefnumótun Reykjanesbæjar til ársins 2030, fyrri umræða, nýtt stjórnskipulagi Reykjanesbæjar, síðari umræða, breytingar og samþykktum stjórn Reykjanesbæjar og fundarsköp bæjarstjórnar, síðari umræða. Lagt er til að fundurinn verði haldinn 11. júní og meðfylgjandi dagskrá farið þar fram og ber ég þetta undir fundinn til samþykktar. Þeir sem geta samþykkt þetta vinsamlegast gefið merki. Þeir sem eru á móti, Margrét Sandís hefur hvað sér hljóðsýsla leyfin að koma hér í pontu og gera grein fyrir mál sín. Forseti, bæjarstjórn, góðir gestir. Bara hefði helst til að kalla á pontunni. Erum við ekki að samþykja að það verði bæjarstjórnarfundur? Við erum ekki að samþykja dagskrána en það. Er það ekki bara að það verði fundur, aukafundur 11. júní? Það var fyrirspurning. Jú, ágæti bæjarfulltrúi, það lá fyrir tillaga dagskrá og það er svo að hún getur vissulega tekið breytingum. Ég er alveg tilbúin til að taka undir það. Númer 1, 2 og 3 er það að þessi ágæti fundur farið fram og eins og venjan er þá þarf að auglýsa þá dagskrá sérstaklega fyrir bæjarfulltrúa. En fyrir lá þessi tillaga dagskrá og ég get alveg gert það að tillögu minni að við einblítum á að halda fundinn og hér eru þá drög að dagskrá. Geta fundamenn, mér langar að bera það undir fundinn til samþykktar, þeir sem geta samþykktar vinsamlegast gefið merki. Og það er samþykkt 11.0. Og þá er þetta kristaltært. Fleira liggur ekki fyrir fundinum og að mun ég nú gera hlé á fundi meðan að gengið frá fundagerð.
Má ég sjá fyrirgefðu? Fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar haldinn að Tjarnargötu 12, 4. júní 2019 kl. 17. Viðstaddir Anna Sigríður Jóhannesdóttir, Díana Hilmarsdóttir, Friðjón Einarsson, Guðbrandur Einarsson, Guðni Birna Guðmundsdóttir, Gunnar Þórarinsson, Jóhann Friðrik Friðriksson, Margrét Ólafur Sanders, Margrét Þórarinsdóttir, Styrmi Gauti Fjellsteð, Ríkharður Ibsen, Kjartan Már Kjartansson, bæjarstjóri og í forseti var Jóhann Friðrik Friðriksson. Og fyrsta máli fundargerðir bæjarráðs frá 23. og 31. maí, forseti gaf orðið laust um fundargerðirnar. Til máls tóku Margrét Þórarinsdóttir, Jóhann Friðrik Friðriksson, Friðjón Einarsson, Guðbrandur Einarsson, Ríkharður Ibsen og Gunnar Þórarinsson. Og til máls tók Margrét Þórarinsdóttir Miðflokki lagði fram eftirfarandi bókanir og með leyfi forseta mun ég ekki lesa bókanir en þær bárust rafrænt. Til máls tók Guðbrandur Einarsson beinni leið og lagði fram eftirfarandi bókun og ég mun lesa hana þar sem hún barst ekki rafrænt. Bæjarfulltrúa Miðflokks ætti að vera það ljóst að sveitarfélagið vinnur eftir samþykktri fjárhagsáætlun sem hlotið hefur náð fyrir eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga. Það hefur aldrei verið ætlun meirihluta bæjarstjórnar Reykjanesbæjar að skattpína íbúa sveitarfélagsins og mun lækka skatta leið og færi gefst. Guðbrandur Einarsson beinni leið. Og til máls tóku Ríkharður Ibsen og lagði fram eftirfarandi bókun bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokks og með leyfi forseta mun ég ekki lesa þá bókun hún barst rafrænt. Til máls tók Guðbrandur Einarsson og lagði fram eftirfarandi bókun meirihluta bæjarstjórnar og ég mun lesa hana því hún barst ekki rafrænt. Svokölluð magnaðarbréf eru löngu horfin á ruslahauga fortíðar og ekki Sjálfstæðisflokknum að þakka að nú sé sveitarfélagið að fá fjármuni út úr forksjónum svonefndum. Ýmsar aðstæður hafa hins vegar orðið til þess að það veð sem lá að baki þessum magnaðarbréfi sem fór í vanskil nú að skila okkur fjármunum sem muni nýtast okkur til að greiða niður skuldir. Það má með sama hætti spyrja að því hversu miklu sveitarfélagið hefur tapað á því að selja Háus orku á sínu tíma. Og undir þetta rita Guðbrandur Einarsson beinni leið, Jóhann Friðrik Friðriksson og Díana Hilmarsdóttir, Framsóknarflokki, Friðjón Einarsson, Guðni Birna Guðmundsdóttir og Styrmi Gauti Fjellsteð Samfylkingu. Og fundargerðirnar voru samþykktar 11:0. Annað mál fundargerð velferðarráðs frá 27. maí, forseti gaf orðið laust um fundargerðina og fundargerðin samþykkt 11:0 án umræðu. Fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs frá 28. maí, forseti gaf orðið laust um fundargerðina. Til máls tóku Margrét Þórarinsdóttir, Anna Sigríður Jóhannesdóttir, Jóhann Friðrik Friðriksson, Kjartan Már Kjartansson, Friðjón Einarsson, Gunnar Þórarinsson og Margrét Sanders. Til máls tók Margrét Þórarinsdóttir Miðflokki lagði fram eftirfarandi bókanir og með leyfi forseta mun ég ekki lesa bókanirnar en þær bárust rafrænt. Og fundargerðin var síðan samþykkt 11:0. Fjórða mál fundargerð barnaverndarnefndar frá 29. maí og var hún lögð fram. Fimmta mál fundargerð fræðsluráðs frá 31. maí. Forseti gaf orðið laust um fundargerðina. Til máls tóku Margrét Þórarinsdóttir, Anna Sigríður Jóhannesdóttir, Guðbrandur Einarsson og Margrét Sanders. Og til máls tók Margrét Þórarinsdóttir Miðflokki lagði fram eftirfarandi bókun og með leyfi forseta mun ég ekki lesa þá bókun en hún barst rafrænt. En fundargerðin var samþykkt 11:0. Sjötta máli endurskoðun stjórnskipulags Reykjanesbæjar fyrri umræða. Forseti gaf orðið laust. Til máls tóku Friðjón Einarsson, Margrét Sanders, Jóhann Friðrik Friðriksson, Guðni Birna Guðmundsdóttir, Gunnar Þórarinsson, Ríkharður Ibsen og Guðbrandur Einarsson. Til máls tók Margrét Sanders og lagði fram eftirfarandi bókun frá bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokks og með leyfi forseta mun ég ekki lesa þá bókun en hún barst einnig rafrænt. Gunnar Þórarinsson frálsafli lagði fram tillögu að málinu verði frestað fram á haust. Tillagan var felld með 7 atkvæðum Samfylkingar, Framsóknarflokks, Beinna leiðar og Miðflokks gegn 4 atkvæðum Frjálsafls og Sjálfstæðisflokks. Samþykkt að vísa málinu til næsta bæjarstjórnarfundar til seinni umræðu með 7 atkvæðum Samfylkingar, Framsóknarflokks, Beinna leiðar og Miðflokks gegn 4 atkvæðum Frjálsafls og Sjálfstæðisflokks. 7. mál endurskoðun samþykktar Reykjanesbæjar fyrri umræða. Forseti gaf orðið laust. Til máls tóku Jóhann Friðrik Friðriksson og Margrét Sanders. Málinu vísa til næsta bæjarstjórnarfundar til seinni umræðu. 8. mál Reykjanesbæjar 25 ára 11. júní 2019 hátíðarfundur bæjarstjórnar. Forseti bæjarstjórnar lagði fram eftirfarandi tillögu að bæjarstjórn Reykjanesbæjar haldi sérstakan hátíðarfund í Stapa þriðjudaginn 11. júní næstkomandi klukkan 17. Í tilefni af því að 25 ára liðin frá stofnun Reykjanesbæjar og fyrsta bæjarstjórn ný sveitarfélag tók til starfa.
bæjarbúum er boðið á fundinn og til kaffisamsætis í Stapa á honum loknum. Drög að dagskrá fundar. Fyrsta mál, forseti setur fund. Annað mál, forseti rekur í stóru dráttum aðdraganda sameiningar 25 ára sögu Reykjanesbæjar. Þriðja mál, stefnumótun Reykjanesbæjar til ársins 2030, fyrri umræða. Fjórða mál, nýtt stjórnskipulag Reykjanesbæjar, síðar umræða. Og fimmta mál, breytingar á samþykktum stjórn Reykjanesbæjar og fundarskupum bæjarstjórnar, síðar umræða. Forseti gaf orðið laust til málstofn Margrétar Sanders. Tillögum að halda hátíðarfund í Stapa 11. júní næstkomandi var samþykkt 11:0. Ágætu bæjarfulltrúar, þá liggur fundargerð 567. fundar bæjarstjórnar Reykjanesbæjar fyrir. Þeir sem ekki geta samþykkt fundargerðina vinsamlegast skefið merki. Já, hún er samþykkt 11:0. Eigið gott kvöld og þá slít ég hér með fundi.